og sæl, kæru hlustundur og verið þið hjartanlega velkomin í þennan þátt af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Í þessum þætti þá fékk ég til mín hana Ragnheiði Vernharðsdóttur sem sérnámslæknir í augnlækningum og 4 barna móðir sem nýlega fluttu heim til Íslands eftir nám í Noregi. Hún Ragnheiður brennur fyrir bætta heilsu og vellíðan, bæði hjá sjálfri sér og öðrum. Og hún hefur í raun prófað allt milli himins og jarðar, segir hún, til að bæta sína heilsu. Hún hefur til dæmis verið vegan, verið grænmetisæta, verið á keto. Hún hefur prófað alls konar hreyfingu og ýmsar leiðir til sjálfsræktar. Hún skilur í dag að heilsa snýst ekki útlit, heldur líðan og jafnvægi. En hún segir að það sé oft svona bara pressa frá umhverfinu að líta vel út og þess vegna sé fólk ofta fókusa á það. Hún miðlar þessu öllu saman í hlaðvarpinu sínu sem heitir Baby Let's Talk, en þar kafar hún djúpt í vísindin og alveg niður í frumurnar. Og það gerir hún líka í þessu viðtali og það sem mér finnst svo áhugavert og hún segir líka sjálf og hún vill ekki vera að predika. Hún bara að koma með þær upplýsingar sem hún hefur lesið sér til lært, stúderað, aðalega bara fundið á eigin skinni og síðan mega hlustundur bara gera það sem þeir vilja við þessar upplýsingar. Og hún kemur alveg með sláandi staðreyndir sem að mögulega fá okkur, allavega fekk mig svona til þess að hugsa með tvisvar og fá kannski einhverja til þess að verða hissa. En í viðtalinu þá fáum við að heyra hennar sögu, hvað knýr hana áfram og hvernig hún nálgast heilbrigði út frá fræðunum og lífinu sjálfu. En áður við förum í viðtalið þá langar mig að sjálfsögðu að þakka mínum diggu samstarfsaðilum. Og mínir samstarfsaðilar eru Geosílica, Spíran, Þín fegurð og Virkja. Og Geosílica þeir framleiða náttúruleg steinefni í vökvaformi með engum aukaefnum og það er ástæðan fyrir því að upptakan er svona góð, upptaka steinefnina. Og þú getur fengið 15% afslátt í netverslun Geosílica með kóðanum heilsuerla með stóru hái ef þú hefur áhuga að prófa þessar góðu vörur. Síðan er það Spíran sem er fallegur veitingastaður í Garðheimum þar sem allur matur er gerður úr gæðahráefnum og af mikilli ást. Ég mæli auðvitað með að þú prófir sumarsalat heilsuerlu áður en það fer af matseðli og svo má auðvitað enginn missa af brönsinum sem er í boði allar helgar og allar rauðadaga. Síðan er það Þín fegurð, dásamleg og falleg snyrtistofa sem er staðsett á annarri hæð í verslunarmiðstöðinni Firði í hjarta Hafnarfjarðar. Og þangað fyrir ég til að gera mig svolítið sætari. Síðan er það Virkja og ef þið langar að taka næsta skref í átt að þínum árangri og betra lífi eins og ég gerði, þá mæli ég með að skoða virkja.is en þar getur þú bókað frítt 20 mínútna kynningaspjall ef þið langar að skoða þetta betur. Gestur minn í dag er hún Ragnheiður Vernharðsdóttir, læknir. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Þú ert bara nýlent á Íslandi. Veit það. Lentum á mánudag, svo brunaði ég beint norður á Siglufjörð, sækja stelpurnar mínar og keyrðum við þær heim í gær. Þannig að nú erum við bara nýflutt. Já, og búið í Noregi í 6 ár, sagður. Já. Og þú varst þar í hvað námi? Já, ég var þar í sérnámi í augnlækningum. Ég er ekki búin með sérnámið. Ég er svona aðeins að púsla þessu. Ég er að fara að taka í rauninni prófa að taka síðasta árið af sérnáminu á augdeildinni hérna heima. Spennandi. Þegar okkur langaði svolítið að fara að koma heim. Ok. En ég frétti af þér í gegnum hlaðvarpið þitt sem heitir Baby Let's Talk. Og ég held bara að allt gerist af ástæðu. Ég trúi því svo mikið að lífið er bara þannig. Ég veit það. Ég sá bara að þú settir einhvern tímann inn á Facebook og varst að segja frá hlaðvarpinu. Já. Einhvers staðar, ég veit ekki einu sinni hvað það var.
og ég bara, kíkti á þetta og hlustaði á einhvern þátt og bara, vá, þetta áhugavert. Og svo hef ég hlustað og held ég bara alla þættina þína, sko. Þannig að mér finnst þú vera með svo ótrúlega áhugaverð umræðefni og þú ferð svo djúpt onni bara þú veist, og ég fíla það, útskýringar og onni bara frumuna líka, hvað er að gerast. Þannig að ég bara sendi þér línu og hér ert þú. Já, náttúrulega. Ótrúlega gaman að koma. Æðislegt. En hver er Ragnheiður? Tja, sko. Ég er alin upp á Álftanesi, er komin þangað aftur núna heim. Og svo flutti ég í Hafnarfjörð, fór í MR, fór svo í læknisfræði og endaði síðan á að vilja fara í augnlækningar. Þannig að svona hvað starfs- og menntunarhliðina varðar, þá var þetta svona tímalína og þess vegna fluttum við til Noregs því maðurinn minn er norskur og ég vildi bara sérhæfa mig þar í Noregi. En já, svo er ég náttúrulega líka það mikilvægasta, ég er náttúrulega móðir. Ég á 4 börn, 2 stráka og 2 stelpur og það er svona kannski sem að mótaði helst, ég veit ekki, þetta er búið svo löng ferð. Þegar ég var unglingur þá ég hef alltaf haft áhuga á íþróttum, verið í fótbolta. Svo þegar ég hætti í fótbolta þá hef ég prófað allt frá magadans og verið nokkur ár í motocross. Svo verið í crossfit 2 ár, snjóbretti, skíðir enda núna, snjóbrettin fara ekki vel með hnén á mig núna. Þannig að já, ég er búin að prófa rosalega margt, en ég hef alltaf verið í ræktinni, svona frá því ég var 15-16 ára. Og þannig að mataræði líka hefur alltaf verið eitthvað sem ég hefur rosalega mikið verið að spá í. Og ég tala alveg mjög opið það að það hefur lengi, eða var lengi, mest bara upp á útlitið. Og ég fór í fitness, keppti í model fitness þá bikini fitness og það var alveg mjög dýrmæt lífsreynsla þótt að ég sé það eftir á að það kannski ekki verið akkurat svona það besta fyrir heilsuna. En allt sem að ég hef gert hvað var það mataræði, það hefur oft lengi vel verið rosalega mikið af útlitsástæðum til þess að líta vel út, kannski fá aðeins meiri vöðva en já, og svo hef ég reyndar líka verið alltaf bara trúað því besta næringarráðleggingar. Ég hef alltaf fylgt næringarráðleggingum mjög vel og það er svona opinberum sem að... Já, opinberum næringarráðleggingum. Þannig að þetta fór á einhverju tímapunkti að fara meira yfir í minni kjötvörur, meira bara plant-based. Það var grænmetisæta í einhver tíma og svo var ég vegan í einhver 2 ár og svo grænmetisæta aftur, þar að ég fór að borða aftur kannski aðeins ost, mjólk, egg og af og til fisk og eitthvað svona, en mest bara, já, þetta voru, ég veit ekki, kannski 8 ár eða eitthvað þar sem ég var grænmetisæta eða vegan. En það var alltaf eitthvað sem að ég náði ekki. Ég hef aldrei náð, ef ég var alveg hreinskilin, algjörum útlitsmarkmiðunum mínum. Ég hef heldur aldrei náð heilsumarkmiðum sem að, svona eftir sem að maður varð aðeins eldri, fór að hugsa aðeins meira Og það er svo margt sem hefur gerst, svona sem eru kannski, myndi ég segja, svona vendipunktar í heilsu, svona ferlinu, myndi ég segja. Að til dæmis eins og kannski það sem hefur mest litað mína heilsufarssögu er undernourishment á ensku. Er það vannæring? Vannæring, já. Að borða í rauninu bara of lítið og að taka þetta, calorie restriction, að taka það bara út í öfgar. Og ég hef prófað allt frá, low carb, keto, og líka, high carb, við prófað, ég veit ekki. Allt undir sólinni. Ég prófað allt. Talið makrós, ég vissi ekki að það héti eitthvað, makrós þá, en
telja og reikna út alveg allt og fylgja alveg bara frá A til Ö. Ég var rosalega ströng oft og oft var þetta síðan bara eitthvað sem ég gerði bara ómeðvitað og en svona trendið sama hvað ég var að gera þá myndi ég segja að trendið hafi verið vannæring, borða of lítið og ef ég lít tilbaka þá hef ég oft verið alveg frekar veik án þess að vita það fyrir en eftir á. Þú veist, þegar ég var í MR þá var einhvern tímann í jólaprófum, þá bara byrjaði ég að missa allt hárið og það var náttúrulega þetta ekstra stress við prófin sem bara var nóg til þess að hrinda mér af brúninni og svo hefur það verið svo margt, þú veist, ég eignaðist fyrsta strákinn minn þegar ég var 21 og síðan svona fljótlega 2 árum eftir að ég átti hann að þá var ég hjá kvennsjúkdómalækninum mínum og hann var bara mjög hissa og segir þú veist, það eitthvað mikið í gangi og þú ert bara, ég held að þú sért komið fjölblöðrueggjastokkaheilkenni eða PCOS og ég skildi ekkert í því út af því að það var svo mikið af kríteríum sem ég uppfylli ekki en ég var sannarlega með fjölblöðrueggjastokkaheilkenni og svo þegar við ætlum að reyna að eignast barn númer 2 fyrir ekki að þá það var eiginlega bara heppni, það gerðist mjög fljótt en ég var ekki með reglulegan tíðarhring, ég var eiginlega bara, hvað er á íslensku? Amenorrheic, ég var ekki með blæðingar eiginlega. Og þegar ég sé það núna, það er náttúrulega bara út af því að ég var vannærð og við getum kannski fana aðeins inn í það á eftir að ég skil núna af hverju ég er með og fékk fjölblöðrueggjastokkaheilkenni vegna vannæringar og það hefur allt með hvatberavirknin að gera sem við getum farið betur inn í á eftir. Og en þetta hefur allt tengingu við bara krónískt álag og þegar hvort sem að álagið þú veist, efnaskiptalegt, fræðilegt álag, það sem metabolic álag, hvað var þar, þú veist, næringarinntöku eða fysiskt álag, þú veist, mikið stress á líkamann með ofæfingar eða psykiskt álag. Þetta kemur allt saman og krónískt álag, sama hvaða meiði það að það eyðileggur hvatberan okkar og leiðir til alls konar krónískra sjúkdóma sem að PCOS bara. Og það ekkert skrítið að það ein algengasta ástæðan fyrir ófrjósemi í dag. Og eitt af hverjum 7 pörum í dag var ég að lesa daginn að glíma við ófrjósemi, ekki alltaf bara konunnar megin, líka hjá mönnunum, en þú veist, þetta rosalega tölur og ég held að 1 af hverjum 10 konum séu með PCOS í dag. 1 af hverjum 10? Ég las það, ég held að það séu kannski ameríska tölur, en þetta alveg rosalegt, það næstu 1 í hverjum vinahóp. Sko ég tiltölulega nýbúin að taka viðtalið mitt við einn lækni ófrjósemi, ófrjósemislækni. Og þannig að fólk getur alveg hlusta á það líka. En hann talaði að það var svo stór hluti sem var óútskýrð ófrjósemi. Það mögulega bara þetta. Ég nefnilega held að það geti alveg verið. Nefnilega, sko ég held að líffræðingar, frumulíffræðingar, þeir skilja, það ótrúlega áhugavert að tala líkamann og heilsu við líffræðinga. Því að þeir þekkja frumuna frá A til Ö, þeir eða þau. Og þegar maður fer að hugsa út í bara frumustarfsemi, að þá svo rosalega margt við það sem við erum að gera í dag sem algjörlega bara rangt. Þannig að og ég sem núna bráðum augnlæknir, augað náttúrulega pínulítið líffæri og við erum rosalega mikið að vinna á frumuleveli. Allar rannsóknir í augnlæknisfræði þá rosalega mikið verið að fókusera á alls konar frumur, hvort sem það hornhimnunni, slímhimnunni, sjónhimnunni. Það rosalega mikið verið að rannsaka frumustarfsemi og það vel þekkt að til dæmis ákveðnar frumur í sjónhimnunni eru mjög næmar fyrir og þola ekki hátt magn fjölumettaðra fitusýra fyrir starfsemi þeirra. Þá fara þær að starfa illa og það þekkt. En samt eru næringarráðleggingar í dag
að ráðleggja meira og meira magn fjölómettaðra fitusýra og í staðinn fyrir mettaðra fitusýra. Þannig að það til dæmis eitt sem að ég brenni rosalega mikið fyrir núna þegar þetta var eitthvað sem að fékk mig til þess að sjá í rauninni þróunarfræðilega hvað það sem að maðurinn á að vera að borða. Og þar eru líffræðingar, frumulíffræðingar, algjöru sérfræðingar þegar þeir vita hvernig fruman starfar og hvað fruman þarf til að búa til orku. Og við þurfum, frumurnar okkar, við erum búin til úr frumum, allar frumur í líkamanum þurfa að búa til orku og ef þær gera það á óskilvirkan hátt, þá fara þær þá virka þær ekki eins vel og þá fara þær að búa til að reyna að bjarga sér, að fara að leita einhverja neyðarleiða til þess að búa til orkuna sína. Þannig að ef maður hugsar þetta út frá frumulíffræðinni, það er eiginlega svona það sem að fékk mig til þess að þegar við vorum að reyna að fá eignast barn númer 3, að þá var ég komið alveg nóg, því ég skildi ekki að ég var á besta aldri, 28-29 ára. Ég var ekki að fara á blæðingar reglulega, kannski 2-3 ára ári og ég skildi ekkert í þessu. Ég var að borða holt. Þér fannst þá? Mér fannst þá. Þegar ég segi það, þá sem sagt, er það eftir öllum næringarráðleggingum. Ég var að borða eftir næringarráðleggingum. Ég var mögulega að borða of lítið af og til, en svo voru líka alveg vikur og mánuðir þar sem ég var að borða alveg nóg, út af því ég var að reyna að finna út úr, ég hef alltaf líka viljað vera sterk og finna alveg sjálfa ef ég er að borða of lítið þá gerist ekki neitt. Þannig að þetta er svona, þetta jafnvægi að vilja, passa sig að verða ekki feitur en mig langar að verða sterk og þetta er svo yfirborðskennt og rangt að maður hugsa þetta út frá frumunni. Þannig að þegar ég einhvern veginn komst inn á þetta, ég veit ekki af hverju ég fór að lesa meira frumulíffræði akkurat á þessum tímapunkti. Ég var komin út til Noregs í sérnámi augnlækningum. Kannski var það bara út af því að ég var eitthvað, tengt augnlækningum. Þar erum við að vinna svo mikið á frumuleveli. Og ég er alltaf með hann brennandi áhuga á næringafræði, þannig að það var sérstaklega þetta sem að eins og þú sagðir áðan, það gerist allt af ástæðu. Ég hafði akkurat verið að lesa þessar ákveðnu frumur í sjónhimnunni sem eru viðkvæmar fyrir fjölómettuðum fitusýrum og þá fór ég að hugsa ég er að borða rosalega mikið af fjölómettuðum fitusýrum og eiginlega ekkert, það er ekkert rautt kjöt og rosalega bara fiskur, hvítur fiskur helst og þannig að þá var ég eitthvað og svo bara daginn eftir þá rakst ég á bók sem að Chris Knoby skrifaði. Hann hefur komið til mín í mitt podcast og hann er ótrúlegur. Hann er augnlæknir líka en hann er hættur störfum sem augnlæknir og er núna bara svona public health advocate og er að rannsaka innan næringafræði. En að hann var að tala fræóljur og bókin hans heitir The Ancestral Diet Revolution. Þetta er rosalega ítarleg bók og það er eitthvað sem ég þarf. Því að ég get ekki, ef einhver segir já þetta er best, þá þarf ég að vita nákvæmlega af hverju og þess vegna fer ég svona ítarlega í allt. Og það er líka bara fyrir mig því ég gleymi sjálf öllum díteilum og ég fer sjálf og hlusta á mitt eigið podcast aftur og aftur til þess að einmitt, fá alveg díteilin út af því að maður fer oft fram og tilbaka, maður er einhvern veginn á einhverju stefnu, svo heyrir maður eitthvað annað og þannig að díteilin finnst mér vera mjög mikilvæg. En bókin hans, Ancestral Health Revolution, hún er alveg ótrúlega ítarleg og hún er ótrúleg. Þetta er bara, í rauninni, hans rannsóknir eru mest faraldsfræði rannsóknir, myndi ég segja á íslensku, the epidemiology studies, þar sem hann er að fara yfir mataræði þjóðflokka, bara mataræði, hann tekur bara, í rauninni, hann tekur mjög marga svona ancestrally living þjóðflokka í dag, þjóðflokka sem að borða bara eftir svona eins og forfeður þeirra hafa alltaf gert og er að fara yfir rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessum þjóðflokkum, hvaða krónísku sjúkdóma fólkið er með og þau eru alveg að kortleggja bara mataræðið.
Svo hann búinn að kortleggja mataræði, hann og hans rannsóknarhópur, mataræði Bandaríkjamanna aftur til held ég 1826 held ég að þeir hafa byrjað. Þannig að þá, þú veist, þeir eru alveg búin að reikna út hvernig kolvetnahlutfallið var, fituhlutfallið, próteinhlutfallið, kaloríufjöldi og náttúrulega hvaða matvörur fólk var að innbyrða. Og að setja þetta saman við króníska sjúkdóma, Alzheimer, hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein og náttúrulega hann augnlæknir þannig að hann fór svona svolítið fyrst að skoða þetta í tengslum við AMD sem Age-Related Macular Degeneration á íslensku. Þú búin að búa í Noregi í 6 og læra alltaf ensku en ég skil alveg að sér þetta að finna íslensku. Einmitt, en þetta sem sagt, ég hefði nú átt að vera búin að slá þessu upp, en þetta sem sagt, Age-Related Macular Degeneration, eða AMD, það gerir bara AMD Eye Disease. Á íslensku þá þetta náttúrulega makulan, þetta þar sem að skarpsjónin í sjónhimnunni. Þetta hrörnun í augnbotnum, það ekki? Já, ok. Aldursbundin hrörnun í augnbotnum, heitir þetta á íslensku. Ok, kom með þetta. Einmitt. Aldursbundin hrörnun í augnbotnum. Hann fór sem sagt að kortleggja aldursbundna hrörnun í augnbotnum líka og setja þetta í samhengi við aðra króníska sjúkdóma og mataræði Bandaríkjamanna og það bara ótrúlegt hvernig hann bara presenterar þetta og þetta fylgni eða algjör. Frá því að þú veist, við fórum að innbyrða meiri sykur eftir cirka 1820 og svo í kringum 1909 þá byrjuðu sem sagt fræoljur að koma svolítið meira inn í mataræðið og svo transfita og svo náttúrulega unnið hveiti og þetta eru bara unnar matvörur, þess að sykur, hvítt hveiti og fræoljur og transfita og það bara ótrúlegt, bara nokkrum árum eftir að þetta fer að koma inn í mataræðið að þá fara þessi krónísku sjúkdómar að koma fram. Þú veist, hjartaáfall, það hafði engin læknir í heiminum heyrt þetta fyrir 1900 cirka. 1912 held ég að fyrsta tilfellið af hjartaáfalli hafi verið dokumenterað með krufningu og þetta var fyrsta í heiminum sem var alveg dokumenterað og svo bara 1930 þá var þetta orðið megin dánarorsök Bandaríkjamanna. Það bara 100 ár síðan, skilur við. Þetta spokkabót að gerast rosalega mikið síðan. Rosalega hratt og ef maður hugsar út í að allir þessi krónísku sjúkdómar, Alzheimer, hjarta-æðasjúkdómar, krabbamein, aldursbundin hrörnun í augnbotnum, þetta var eiginlega ekki til fyrir 1900. Sykursýki 2, það voru, þú veist, þessar tölur eru hverfandi, þetta voru 0,002% Bandaríkjamanna eða eitthvað svoleiðis og þessar tölur eru himinháar í dag. Himinháar og næringarráðleggingarnar, ef maður fer aðeins svona að hugsa þær byrjuðu að koma fram 1980, ég held að fyrstu hafi verið kynntar 1977 og svo átti þetta náttúrulega að breyta heilum helling en tíðni allra krónískra sjúkdóma hafa farið bara himinhátt upp á við síðan næringarráðleggingarnar fóru að koma fram og bara á síðustu 120 til 150 árum að þá í rauninni healthcare, heilsu, sem sagt, sick care. Þetta bara sick care núna. Og og maður getur, það er hægt að fara svo djúpt í þetta allt saman, en það svo margt við, sem sagt, frumulíffræðina, það var eiginlega það sem fékk mig til að endurhugsa mataræðið mitt. Og það fór að hugsa, ég ekki að borða eins og fruman þarf. Og þannig að ég breytti alveg mataræðið mitt, mataræðið mitt áður en ég breytti, þá var það rosalega mikið, mest bara plant-based, rosalega mikið baunir, mikið grænmeti, ávextir, smá egg, af og til fiskur,
en rosalega mikið kornvörur og eins og ég segi, þetta voru, morgunmatur var havragrautur, chia-fræ Sem flestir það. myndi telja þetta mjög holla Ég veit það. mat, nefnilega. Það það. Hádegismaturinn var, salat með alls konar bara, kál og tómatur og gúrkur og laukur og gjarnan kjúklingabönir, linsubönir og eitthvað svona með og seinni partinn kannski rökkbrauð með ostsneið og eitthvað og kvöldmatur var gjarnan eitthvað plant-based, grænmetislasagna. En samt ekki eitthvað keypt gerfi, Nei. heldur bara heima tilbúin samt hollur, já. Og ég hef yfirleitt verið rosalega dugleg að gera einmitt heima tilbúin mat og ég einmitt var þarna bara á villi, ég var bara ráðavilt. Hvað þetta langt síðan? Þú breyttir svona... Þetta eru stelpa mín númer 3, hún er 4 ára og þetta var svona fyrir 5 árum. Að þá vorum við búin að vera að reyna í 2 ár og ég var búin að missa fóstur einu sinni og það var eiginlega þá eftir ég missti að ég var bara, skildi ekki af hverju þetta gengi ekki, af hverju ég væri með fjölblöðru eggjastokkaheilkenni, af hverju ég væri ófrjó, af hverju ég væri að missa hárið, svona á tímabilum. Mikið stress, gat ekki sofið, meltingi mín hefur aldrei verið góð, aldrei, svona frá því að ég fór að hugsa heilsuna 15 ára og þangað til rétt fyrir 30. Það er alltaf rosalega þaninn, aldrei geta verið í, háum buxum út af því að það var bara ótrúlega vont og, mikið, eiginlega bara alltaf einhvern veginn þessi hægðatregða og síðan smá, ég veit það mjög kræsilegt, niðurgangur í smá tíma og þá þá var maginn á mér rosalega fínn og ég gat verið í ágætum fötum í 1-2 daga þegar ég var bara tóm og svo fór, meltingin mín var bara um leið og ég bara byrjaði að borða þá bara blés ég upp og ég skildi ekki, þetta er ekki eðlilegt, ég skildi ekki af hverju. Fyrir en ég fór einhvern veginn að grafa dýpra og það var kannski fósturmissirinn sem fékk mig til að snúa blaðinu alveg við og þá fór ég að borða meira bara rautt kjöt, tók bara smá tímabil þar sem ég bara svona eiginlega tók bara svona reset. Það var mest bara rautt kjöt, egg, grísk jógúrt, mjólk, ostur og svolítið bara svona eins og pabbi borðar. Svolítið keto, kannski svona. Já. En samt alveg ávextir, því að ég hef oft, við getum kannski rætt það líka betur á eftir, en mér finnst keto rosalega, ég get ekki gert það til langframa, en mér finnst það mjög gott tól til að núllstilla sig og ég held að það sé, ég bara er að sjá það aftur, yes, einmitt, þetta er mjög gott tól og hvað var það til dæmis, sykursýki, krabbamein, eins og ég var að tala við Thomas Seyfried í nýjasta þættinu mínum. Mjög áhugavert og hann einmitt segir það líka að hann ráðleggur fólki ekki neitt. Hann vill ekki segja að þú átt að borða hitt eða þetta, hann vill bara presentera vísindin en hann er alveg sammála mér í því að hann er sannfærður það að keto er rosalega gott tól. Þetta er, til að resetta bara efnaskiptin í líkamannum og Þegar matur er skilaboð frumnanna. Algjörlega og ég gerði það pínu ómeðvitað en það var bara svona eiginlega, ég kortlaði svolítið bara hvað á ég að borða til þess að fruman starfi vel á frumuleveli og þá var það svolítið bara þetta, kolvetni mín voru bara ávextir eiginlega og mjólk og sykur og grísk jógúrt og kjöt og egg, smjörostur og það sem sjokkeraði með pínu, ég hélt alltaf að ég væri að borða ágætt smjör eins og bara smjörvin kannski á Íslandi en flest smjör sem eru ætluð á brauð að þetta eru blöndur af plöntuoljum og Þess vegna er það mjúk. Já, þess vegna er það mjúk mitt. Þannig að það tók mig 1 mánuð að líða mun betur og ég gerði þetta mjög meðvitað og þess vegna er tímalínan mjög skýr hjá mér að eftir 1 mánuð var mér að fara að líða ótrúlega vel.
þú veist, ég myndi aldrei segja að ég hafi verið þunglynd eða með rosalega mikinn kvíða, finn oft fyrir því auðvitað á og til, en allt í henni fann ég bara eitthvað, ok, ég í góðu skap einhverjum einasta degi, skrítið. Og þú veist, vinnan gengur vel, nice. Og já, og eftir 2 mánuði eftir 2 eða 3 mánuði að þá varð ég ólétt. Vá, og búin að reyna í 2 ára. Já, ég fekk, það komu ekki blæðingar, ég bara varð ólétt strax, þú veist, þannig já, innan við 3 mánuðum eftir fósturmissin, að þá bara byrjaði ég að fá egglos og varð ólétt í fyrsta. Þannig að það var ótrúlega ánægjulegt, því ég var mætt til kvennsjúkdómalæknisins míns úti í Noregi og þú veist, og sagði bara, ok, nú eru komin 3 mánuðir þar sem að ég er búin að snúa blaðinu við, mér líður miklu betur, en það er ekkert að gerast, þú veist, ég er ekki byrjað á blæðingum aftur, þannig að hún ætlaði að fara að senda mig í IVF og þá var hún bara, heyrðu, þú ert bara ólétt. Það fór ekki þessu. Já, hún þurfti, náttúrulega áður hún að senda mig, þá þurfti hún að taka ómskoðun og þá var ég bara ólétt. Þannig já, þetta hefur gerst bara milli 2 og 3 mánuðum eftir að ég sneri við blaðinu. Já. Og ertu búin að halda svipuðu mataræði síðan? Ég er búin að gera það og ég hef alltaf verið dugleg líka að æfa á meðgöngu og það gekk rosalega vel þarna á meðgöngu 3. Og svo eftir meðgönguna að þá átti ég rosalega gott svona postpartum tímabil líka. Þar sem ég hélt áfram í rauninni þessum lífstíl, þessum mataræði. Og var með hana á brjósti lengi, ekki eins lengi, ég var ekki eins lengi með strákana mín á brjósti því að það var miklu meira ströggl. Þá var ég að borða öðruvísi og það var öðruvísi bara lífeðlisfræðin mín. Þannig að það gekk rosalega vel með brjóstagjöfina, hún var á brjósti og svo þegar hún var bara nokkrum dögum eftir að hún var orðin 1 árs, að þá var ég allt í hennu ólétt aftur. Ég var ekki byrjað á blæðingum aftur, þannig að það er bara komið í fyrsta egglosi. Þannig að ég vissi ekki neitt, sko. Og það er allir alltaf, þú ert nú læknir, veistu alveg hvernig þetta gerist. En mér bara datt ekki í hug. Já, þú bara verið svo lengi. Ég veit að þetta myndi gerast svona auðveldlega aftur. Þannig að, og svo var á brjósti mjög lengi, til 2 ára, nú 9 ára 2 ára og tiltölulega nýhættu brjósti. Og hún er svona, myndi ég segja, okkar svona mest svona robust barn. Hún er alveg rosaleg matarlyst, ótrúlega sterk og stór og og já, og hún líka sko, hún er þá kannski svona okkar barn sem hefur verið heppnast hvað varðar mataræði sem við höfum gefið henni. Að það er rosa, já, við borðum mest bara hágæða kjöt. Ég held að flest kjöt á Íslandi sé af mjög góðum gæðum. Lambakjötið og nautakjöt. Maður verður kannski oft að passa sig á svínakjöti og kjúkling. Þetta eru monogastric animals, það er að segja þau eru með 1 maga. Og þau fá yfirleitt fóður sem er kornfóður, maís, soja og þessi dýr þau safna þá fjölómettuðum fitusýrum í sinn fituvef. Þannig að grísafita frá svínum sem eru ancestrally living eða sem fá bara náttúrunnar fæðu, ekkert tilbúið fóður, fitan þeirra er mun hollari heldur en fita grísa sem eru fá svona traditional fóður. Því að það er mjög hátt í fjölómettuðum fitusýrum og það safnast í þeirra fituvef líka í kjúklingunum. En kindur og nautgripir, hreindýr, öll klaufdýr, þau eru ruminant animals með fleiri maga. Þannig að þau safna ekki upp þessum fjölómettuðum fitusýrum, þannig að það er svona ekki eins, maður þarf ekki að hugsa þetta kannski eins mikið varðandi þessi dýr þótt að þau fái eitthvað fóður. En það er náttúrulega langbest, grass-fed, grass-finished kjöt. Íslenska kindur, eftir því sem ég best veit, þær eru upp á fjöllum allt sumarið og svo, já. Þannig að við erum þess vegna líka mjög ánægð með að vera komin til Íslands. Ótrúlega bara kjöt
úrvalið hér ótrúlegt. Það gott, já, ok. Stór munur bara frá Noregi. Það að tala Ísland niður? Já, nei, alls ekki. Ég bara úrval af bara öllum matunum og sérstaklega kjöti. Og maður myndi halda að þetta væri ekki svo svona öðruvísi í Noregi, en það stór munur, mikil munur. Það ekki mikið lambakjöt í Noregi og já, og nautakjötið, við vorum að kaupa beint frá bónda helst og fyrir svona 3 árum, eins og ég segi, svona rétt áður en að við eignuðumst yngstu okkar sem 9 ára og 2 ára, að þá byrjuðum við að drekka líka ógerilsnautamjólk. Margir kosti við það og við keyptum það beint frá bónda og kjöt og hunang og egg. Þannig að já, við spurðum bóndan hvernig hvað borða hænurnar og en ég eftir að kynna mér þetta hérna í Íslandi, hvað hægt að má, sko út í Noregi þá í rauninni ólöglegt að selja ógerilsnautamjólk ef þú ert fyrir tilviljun að keyra fram hjá bóndabæ, þá máttu kaupa ógerilsnautamjólk. En hvernig þetta hér, veistu það? Ég held að sé til bara út í búð, heitir við ekki bara reppamjólk eða eitthvað? Jú, ég veit það. Já, sem ógerilsnautamjólk. Einmitt, þegar við þurfum að fara að kortleggja hvað við ætlum að... Og við kaupum allavega, við hjónin erum búin að kaupa í mörg ár, bara einu svona ári, svona 1/4 af nauti. Já. Og látum bara pakka því í hakk og gúlars og alls konar bita og eiga. Þá veit maður bara nákvæmlega hvaðan kjötið kemur sem maður borða, sko. Akkurat. Það svo gott, sko. Ég þarf að fá kontaktupplýsingum mína. Nákvæmlega. En já, þannig að þú átt bara alveg ótrúlega sögu varðandi þetta með sko tilraunir af sjálfri þér, sem það eiginlega það dýrmætasta sem við getum gert, besta leiðin til að læra. En tilgangurinn með hlaðvarpinu mínu og líklega þínu allir þurfi ekki að læra sjálfum sig. Akkurat. Þannig að maður getur líka lært af öðrum og misst annarra, sko. Þannig að bara svo dýrmætt að fá að heyra þetta allt, sko. Já. En hvernig kom til að þú byrjaði með podcast? Sko þegar ég var ólétt af númer 2, að þá er ég 24 ára og hef alltaf, eins og ég segi, verið í ræktinni. En þá var ég að glíma við grindaglýðnun og ég hef alltaf verið í sambandi við einhverja einkaþjálfara og var svona að reyna að fá einhver tips, hvernig á ég að æfa, ég vil ekki hætta að æfa. Og það var bara rosalega erfitt, fannst mér, að finna sjálf upplýsingar og læra það hvernig ég ætti helst svona að vera að æfa. Þannig að ég fór bara svolítið sjálf að reyna að finna út úr þessu, en mér fannst það mjög erfitt. Þannig að þegar ég síðan í minni 3. meðgöngu þá ákvað ég að taka fór í nám tók stutt nám út af því ég er heilbrigðismenntuð og þá út í Noregi er í rauninni leiðin að einkaþjálfara styttri ef þú ert læknir eða hjúkrunarfræðingur eða sjúkraþjálfari. Þannig að mér langaði að verða einkaþjálfari fyrir mæður eða pre-postnatal trainer. Mest bara til þess að ég gæti búið til prógram fyrir mig og æft á tryggan hátt fyrir sjálf mig. Og á meðgöngu og eftir meðgöngu. Já. Þannig að ég fór í nám og þarna út í Noregi og varð svona, hvað heitir þetta á íslensku? Meðgönguþjálfari og eftir meðgönguþjálfari. Já, ég held ég höfum ekkert nafn fyrir þetta. Einmitt. En allavega þá já, og svo eftir að ég var búin að eiga hana, númer 3, að þá var ég að segja, hinum á þessum frá því að ég væri búin að búa til prógram fyrir mig og væri einkaþjálfari, var samt ekkert að nota það, væri mömmuþjálfari og það voru svona nokkru konur, eins sem ég var að vinna með sem vildi fá prógramið og ég lét hana hafa það og henni fannst það mjög flott og út af því að henni fannst líka erfitt að finna upplýsingar og svo fór ég bara svona að deila þessu hér og þar og deila tipsum. Þannig að á endanum ákvað ég þá bara að búa til, eða setja öll prógramin mín í app til þess að deila með öðrum. Og þannig að þá bjó ég til app sem heitir Baby Let's Move og bara svona þjálfun, mömmuþjálfun. Er ekkert flókið að búa til app? Nei, þetta er svo einfalt í dag. Þetta er bara í gegnum svona app-plattform. En þetta er rosalega vinna, auðvitað. Og
Og þegar ég ákvað að búa til appið þá var ég ekkert ólétt og ég vildi, þú veist, ég veit að sumar konur út í heimi sem eru stórar og eru í þessum, sem eru svona mömmuþjálfarar og eru með óléttu prógram. Það eru rosalega margar sem að filma bara með gerfibumbu. Mér finnst það ekki út því að ég var á einhverjum tímapunkti að fylgja einu svoleiðis prógrami og ég vissi að hún væri ekki ólétt og ég var bara þessi hreyfing, þú getur ekki gert hana ólétt. Nei. Það er ekki séns. Þannig að ég fékk 2 íslenskar konur til þess að sem sagt, demonstrata æfingarnar fyrir appið og tók það upp og svona, þannig að mér fannst það mjög mikilvægt. Þetta bara, já. Og svo hef ég líka gert sem sagt prógram fyrir eftir meðgöngu, þá á nokkrum stigum. Það var svona, þú veist, fyrsta stigi þegar þú ert að koma þér í gang og síðan þegar þú ert komin aðeins lengra. Og svo kannski svona vinsælasta prógram mitt hefur verið að núna, sem sagt, eftir ég eignaðist mína 4. Þegar ég varð ólétt þarna mjög óvænt af 4. barninu mínu, þá fékk ég pínu svona sjokk út af því að ég varð allt í einu eitthvað svo hrædd magann á mér því að ég fékk svolítið aðskilda magavöðva á 3. meðgöngu. Þannig ég hugsaði bara, oh my god, þú veist, núna er ég að verða ólétt í 4. sinn og mjög stutt frá síðasta og ég er með alveg svolítið aðskilda magavöðva eða díastasa. Já. Þannig að ég hugsaði bara, ok, núna verð ég bara virkilega að setja mig inn í styrkingu djúp kviðvöðva. Því að ég ætlaði ekki einhvern veginn að enda með mikil vandamál hvað það varðar út af því að díastasi eða diastasis recti, heitir þetta gliðnun magavöðva á Íslands? Já, ég þekki þetta latíska sem þú varst líka að segja, sko. Það myndast svolítið svona svo Toblerone hérna upp á milli kviðvöðvanna með spunnir. Og það er ekki bara, sko, ég hélt alltaf einhvern veginn að ég hafði oft heyrt þetta og hélt að væri bara svona mest upp á útlitið, en það er alls ekki. Þetta hefur eiginlega ekkert með útlitið að gera. Mér er alveg saman þótt þeir líti astnalega út. Þetta þarf að ganga tilbaka því að það er svo rosalega margt. Bakverkir, grindaboss vandamál, þú veist, það að hoppa á trampolíni. Það er ótrúlegt hvað, ég þekki marga konur sem að, nei, það fara ekki í kapphlaup við barnið sitt eða hoppa ekki á trampolíni því að þvagleiki er ótrúlega algengur. Það tengist þessum vöðum líka? Það tengist þessum vöðum því að magavöðvarnir eða djúpkjarnavöðvarnir, við getum eiginlega hugsað þetta eins og kassa. Grindabotninn er sem sagt botninn á kassanum og svo eru sixpackið, það er framan á kassanum og svo erum við með transvers magavöðvana á hlíðunum og svo er bakið, hryggurinn og bakvöðvarnir, þeir mynda bakið og svo er þindin lokið. Þannig að allt þetta er ein heild og þegar að einhver partur af þessari heild eins og til dæmis sixpackið, magavöðvarnir, eru veikir, að þá getur bara ímyndað þér að þegar það kemur þrýstingur á þennan kassa, að þá bara þrýstist þetta út. Og þetta hefur allt áhrif þegar ein hlið fer að leka út og er veik, að þá þurfa hinnar hliðarnar að aðlagast og kompensera, bæta upp fyrir þetta. Þannig að bakverkir eru rosalega algengt einkenni gliðnun magavöðva. Og svo náttúrulega líka algengt að grindabotninn verði lélegri. Þannig að ég allavega ákvaða að fókusera rosalega mikið á þetta þegar ég var ólétt númer 4 og svo leið að hún fæddist að þá bjó ég mér til svona deep core strengthening prógram og prófaði það sjálf og þetta er ekki langt, þetta eru 10 mínútur á dag með rosalega, maður heldur að maður segja ekki gera neitt, þetta eru rosalega mikið öndunaræfingar þar sem maður er að bara einbeita sér að því að tengja magavöðvana aftur og þetta eru ekki einhverjar svakalegar magaæfingar. Þetta eru mest að reyna að fá stjórn og fá tengingu því að margar konur kannski tengja við að það er rosalega skrítið þegar maður er nýbúin að eignast barn að magavöðvarnir eru bara ekki tengdir eða þú liggur á sófanum og ætlar að reisa þau. Það gerist ekkert. En það er að fá þessa tengingu, mind-muscle tengingu aftur og síðan að styrkja vöðvana sem ég fókuseraði bara mjög mikið á. Og ég hef aldrei verið eins fljót að koma mér í gang eftir meðgöngu.
eins og eftir barn númer 4 og aldrei verið bara eins, þú veist, í eins góðu fýsísku formi eins og eftir síðustu meðgönguna. Þú veist, 1 ári eftir meðgöngu þá var ég orðin, það er svo erfitt að mæla kannski svona fýsískt form, en hvað var það einhvern veginn kjarnastyrkin, að þá var ég bara orðin eins og áður en ég átti mitt fyrsta barn. Já, vá. Þú veist, ég var farin að geta gert kviðuræfingar sem ég gat ekki gert þegar ég var 25 ára eftir að búin eignast 2 börn. Þannig að það var svo rosalega mikið sem að gerðist og ég fór þá, sem sagt, gaf þá út þetta prógram og þetta prógram myndi ég segja kannski svona það sem búið að vera vinsælast. Fæ að heyra það mjög oft að það sé svona, þú veist, nei, kannski hætti eftir 2 vikur þegar mér fannst ekki verið að gera neitt. En ég held að svona, þú verður að klára, þetta er 12 vikna prógram því það gerist eitthvað eftir svona 8 vikur. Og svo ferðu allt í einu, þú veist, ég var með eina konu í þjálfun hjá mér sem var hlaupari fyrir meðgöngu. Hún var að eignast held ég sitt barn númer 2 út í Noregi og hún hafði verið í landsliðinu í fótbolta þegar hún var 16 ára. Og þú veist, eftir það, svona á fullorðinsárum verið hlaupari og svo eftir hennar barn númer 2 að þá var hún bara hætt að hlaupa og hún sagði, þetta er náttúrulega alltaf seint fyrir mig að byrja í þessu eitthvað núna, barn mitt orðið næstu 2 ára og og ég jú, henni ekki bara að prófa og þú veist, ég skal alveg bara fylgja þér eftir og henni fannst þetta hundleiðilegt og ég held hún ekki að gera neitt því hún náttúrulega vön því að vera, þú veist, svona elite athlete eiginlega og með svaka æfingar en hún fór í gegnum prógramið og hún gat farið að hlaupa aftur án þess að vera með bakverki og án þess að vera með þvagleka. Wow. Þannig að þetta fyrir mér, þú veist, þetta var risastórt. Og þannig að já, þetta eru svona, maður þarf að koma sér í gegnum þetta en þú veist, það sem ég heyri frá konum sem að hafa farið í gegnum þetta er oft bara eitthvað, what, ég fattaði ekki en allt í einu núna, þú veist, er ég á trampolínunu. Og allt í einu er ég ekki með bakverki og það var eiginlega svona, já, mest fyrir mig, ég hef alltaf verið með bakverki, í mjóbaki helst. Og er þetta á ensku, fræðslan, þannig að allir geta notað þetta? Já, ég var rosalega mikið að velta fyrir mig hvort ég, þú veist, hvernig ég ætti að gera þetta því ég er íslensk og bjó í Noregi og svona, fannst asnalegt að gera þetta á ensku. En það varð bara að vera á ensku svo að allavega báðar þessar þjóðir geti notið góðsaf og þá náttúrulega opnar það möguleika líka, þú veist, fyrir annar staðar, þannig að Og það heiti Baby Let's Move. Já, þannig að þjálfunin mín og allt það byrjaði með bara þessu, Baby Let's Move. Og svo podcastið, þá var ég að hafa það svona í þemanu. Og þú veist, ég er líka með eins og næringarþjálfun, hefur reyndar ekki verið núna í sumar að taka inn neinar konur, þú veist, í þjálfun yfir sumarið því við erum bara búin að vera að flytja. En það fyrir að koma svona með haustinu og þú veist, næringarþjálfurinn mín heitir það Baby Let's Eat. Þannig að þetta er allt svona í þessu þema. Nú hugsa örugglega margir, hvernig fer það því að vera, þú veist, augnlæknir, 4 barna móðir með podcast og með þetta app og næringarþjálfun? Með því að fara í fæðingarorlof alltaf. Ég fæ alltaf bara eitthvað, þú veist, þegar það eru einhverjar breytingar að þá finnst mér svo gaman að fókusera á líka bara eitthvað annað. Þú veist, ég brenni alveg fyrir augnlækningar en mér finnst líka mjög gaman að gera svo margt annað. Þannig að, og svo kemur þetta oft svolítið líka bara svona í tímabilum, þú veist, þannig eins og í fæðingarorlofi þá er ég ekki að sinna mikið augnlæknisfræðinni og þá er ég all in, þú veist, að byggja upp þetta. Þannig að núna er þetta meira bara svona, þú veist, viðhald á þjálfuninni og podcastinu og já, ég hef alveg reikið með á því að taka allt of mikið, þú veist, í einu, en maður er bara svona, þarf að skipuleggja og hólfa þetta eins niður. Og það er líka þess vegna, markmiðið hefur ekki alltaf, þú veist, markmiðið hefur ekki verið að verða bara eitthvað gríðarlega stór innan, þú veist, sem mömmuþjálfari eða sem podcastari eða, já, þótt að það væri rosalega gaman, en markmiðið er rauninni ekki það því ég veit bara að ef ég ætla að sinna þessu líka, þá hef ég ekki tíma til þess að sinna þessu eins og ég þyrfti að gera til þess að þetta yrði, þú veist, svakalegt. En það sem að gefur mér svo mikið er bara einmitt að geta hjálpað bara einn og einn, eins og þessi eina í Noregi. Ég hef hjálpað þess að þjálfað alveg nokkrar konur í Noregi, en eins og þessi eina, þú veist,
þetta er eftirminnilegt og þetta bara það sem ég þá brenni, þess vegna brenni ég fyrir þetta. En þá fór það, þú veist, líka með mömmuþjálfunina að ég var alltaf með svona one-on-one fundi og ég áttaði mig sem bara á því að þeir voru nánast bara næringu. Hérna, þú veist, stelpurnar voru með prógrammin í appinu og gátu alltaf sendt mér skilaboð ef það var eitthvað. En síðan þegar við vorum svona one-on-one fundum að spjalla að þá vildu þær helst bara tala en maturinn, hvað þú veist, hvað á ég að borða í morgunmat, hvernig á ég að gera þetta, lalala. Þannig að þá væri bara, ok, ég er að segja það sama, aftur og aftur og aftur. Og vinkonur mínar, einhvern tímann þegar ég kom heimsókn til Íslands, við vorum eitthvað út að borða, að það allt í einu fattaði þegar við vorum búin að sitja í klukkutíma og ég með einhverja einræðu, þá sagði einn bara, nennir að byrja með podcast. Og ég alveg, já, ég held ég sé að spá ég að gera. Út af því að, já, það er bara hægt að vísa, get ég alltaf vísað í bara, út af því það tekur tíma, ef maður ætlar að fara alveg í díteilinn, að þetta tekur rosalega tíma og fólk þarf líka að átta sig sjálft. Því að það er rosalega erfitt ef þú hittir einhvern, þú getur ekki bara haldið einræðu og ætlast til að manneskjan nái þessu, út af því að maður veit heldur ekki hvar er hin manneskjan, hvar er hún, þú veist, hennar bara sýn á mat, það er rosalega, ég veit ekki hvort að þú upplifir það, ef að þú ert að tala um næringu við aðra og það er einhver sem er kannski annarar skoðunar, ég reyni og finnst ég verða betri og betri í því að vera ekki mjög svona predika. Já, að predika. Meira bara svona, kannski bara tala um það sem ég þekki og veit og svo má þú bara gera það sem þú vilt við þessar upplýsingar. Ef að þú heldur að ég sé alveg að villigöðum, það er bara allt í lagi, en þú veist. Þetta verkaði fyrir þig. Já. Og já. Nei, auðvitað. Og ég er alveg sammála. Fólk þarf að átta sig sjálft á. Að þú veist, maður þarf bara einhvern veginn að pröfa þessu áfram og eitt hendar ekkert endilega heldur það er ekki það sama sem hendar öllum. Akkurat. En það er samt ákveðin grunnatriði sem ég held að þurfa að vera í lagi til þess að, eins og þú segir, til að fruman bara virki rétt. Einmitt. Og það skiptir öllu fyrir andlega heilsu, líkamlega heilsu, allt. Algjörlega. Þannig já, þetta er ótrúlega magnað. En hvað finnst þér þú hafa lært að því að taka allir þessi viðtöl? Því nú byrjaður með þætti bara þar sem þú varst sjálf á fræði, en svo ertu búin að taka nokkur viðtöl. Já, ég ákvað að byrja þannig að fyrstu, 6 eða 7 þættirnir, þeir eru rauninu svona grunnur. Að út af því að það er oft svolítið erfitt. Ég áttaði mig á því sjálf líka þegar ég fór að byrja að hlusta á einhverjum heilsu podcast og kom bara einhvers staðar inn í eitthvað viðtal. Og ég var einhvern veginn ekki með alveg kannski grunninn til þess að átta mig á alveg hvað var verið að tala um eða af hverju keto er til dæmis gott tól, fatta ekki, eða skilurðu. Þannig að einhvern veginn líka bara svona fyrir mig, þá bjó ég bara til þessa fyrstu þætti sem eru rauninu bara það sem ég er búin að læra síðustu 5-6 ár það hvernig fruman virkar og hvaða næringarefni og virka fyrir frumuna og fyrir þá líkamann. Þannig að ég ákvað að gera það þennan svona grunn fyrst og svo er ég núna, þú veist, að taka viðtöl við fólk sem er mér fyrst áhugavert og vera að tala um áhugaverða hluti og ég er búin að læra heilin helling. Ég er ekki búin að tala um marga en svona út í hennum stóra heimi að þá eru þetta rosalega stór nöfn sem ég er búin að tala við og mér finnst, ég eiginlega trúið ég ekki að fyrsti gesturinn minn var náttúrulega hann Chris Kenobi og þú veist, hann svaraði mér strax, ég sendi á hann og hann bara hi Ragna, bara ég var að bíða eftir að heyra frá þér og ég alveg, það var nætjók. Hann bara einhvern veginn svo amerískur og opinn og bara eitthvað, já, frábært, geðið til í þetta og ótrúlega gaman að þú hafið svona áhuga á þessu og við erum mjög góða vinir, við erum búin að hittast í London og fórum á ráðstefnu saman og þannig að ég er búin að læra heilin helling af honum og náttúrulega það sem hann talar mest um er í rauninu bara faraldsfræðin bak við mataræðið allra og bara hann er að gera rosalega stóra hluti sem hann er að vinna í núna í rannsóknunum sínum. En það sem hann er mest svona að rekast á er að fólk
vill oft ekki hlusta það sem hann er að segja því að þetta eru ekki double-blind, randomized, controlled trials, þetta eru ekki, fólk segir þetta er ekki nóg vísindi, þetta er ekki næg sönnunargögn fyrir því að það sem þú ert að segja er satt. En pointi í því sem hann er að sýna fram á er að hann var sannfærður þegar hann byrjaði sína ferð að það væru náttúrulega unnar matvörur sem að væru stóra vandamálið og svo var hann að rannsaka mataræði margra þjóða og tíðni krónísku sjúkdóma og svo var eitt sem að passaði ekki að ein þjóðin það var svo rosalega há inntaka sykurs en samt lægri tíðni krónískra sjúkdóma og hann skildi ekki í þessu og varð ógeðslega pirraður og ætlaði bara að hætta öllu út af því að hann skildi þetta ekki en svo átti hann sig á því að inntaka fræolía var miklu lægri hjá þessari þjóð og þá fór hann að skoða þetta ennþá betur og þá sér maður þetta aftur að eins og til dæmis Japan er eiginlega besta dæmið hvað varðar í rauninni inntöku kolvetna, fitu og próteins og svo kaloríufjölda og hvernig þróun krónísku sjúkdóma hefur verið þar. Japanir voru náttúrulega töluvert á eftir Bandaríkjunum að verða svona westernized. Iðnvænt eða einmitt, já. Þannig að þau voru komin á það stig að það var rosalega öll svona, skráning var rosalega góð þegar allar þessar breytingar fóru að gerast í Japan. En málið er að til dæmis eins og nú er ég ekki alveg með allar tímalínur á hreinu en snemma á 20. öld, 1900 til 1950 cirka, að þá voru Japanir að innbyrða yfir 2000 kaloríur, það var 2500 eða 2800 kaloríur í dag. Ágætlega mikið af kolvetnum og fitu og prótein en síðan það sem hefur gerst eftir 1950-60 cirka að þá hefur inntaka fitu verið að fara niður á við aðeins upp á við fyrirgefðu en það sem hefur að gera mettu fita er eiginlega komin alveg út og fjölumettu fita er komin alveg í staðinn. Þannig að þessi litla fita sem er í mataræðinu, að þetta er í dag eiginlega bara fjölumettu fita sem var áður bara mettu fita. Kolvetna inntaka þeirra hefur verið að fara niður á við og sykurintakan fór upp frá 1920 til 1989 en svo hefur verið að fara niður eftir það. En inntaka fræolía hefur farið bara eins og hún var engin í byrjun 20. aldarinnar og svo fer hún bara rosalega bratt upp á við. Og það sem maður sér með alla króníska sjúkdóma að tíðnin fylgir inntöku fræolíu bara nokkrum árum eftir. Það gerir það sama kúrfan við brjóstakrabbamein, önnur krabbamein, Alzheimer, AMD, hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki, offita og þessi þjóð er eitthvað sem maður getur notað til þess að sýna en út af því að það er rosalega mikið þeir sem eru sugar theorists eða sem eru rosalega mikið á móti sykri. Ég er ekki að segja að hvítur sykur sé eitthvað sem maður getur borðað eða að sé allt í lagi að borða það en málið er að þegar maður bara sér hvað gerist hjá þessari þjóð og þá hefur inntaka sykurs frá 1989 farið mikið niður á við og samt eru sjúkdómarnir að fara upp og kaloríufjöldi hefur líka farið niður á við því að það er líka alltaf benda en við erum náttúrulega bara að borða miklu meiri kaloríur í dag ekki allavega japanska þjóðin, þau eru að borða 1800 kaloríur í dag, ég held að vera 2500 eða 2800 í kringum 1960 þannig að japanska þjóðin er svona besta kannski í rauninni rannsóknin á þessu næringarfræðilega séð og en það er rosalega erfitt oft að tala þetta við vísindamenn því að það þarf að vera til stjórnaðar rannsóknir sem eru gerðar á skilvirkan hátt en það er bara ekki hægt að gera í dag því að við sem vestræn þjóð við borðum allt of mikið af fjölumettum fitusýrum. Það er búið að bara í stuttu máli geta talað þetta endalaust en í stuttu máli að þá
þjóðir sem eru svona ancestrally living í dag og eins og við vorum að borða áður en að fræolíur komu í mataræðið, að þá vorum við að innbyrða innan við 2% af sem sagt, kaloríunum okkar voru að koma frá omega-6 fitusýrum. Fræolíur eru mjög ríkar í omega-6 fitusýrum, þær eru fjölómettaðar. Núna í dag erum við að innbyrða allt frá 7-12% af kaloríunum okkar er að koma frá omega-6 fitusýrum. Og ef maður bara hugsa allt, já, þetta er lífsnauðsynleg fitusýra, en við þurfum ekki meira en 0,5-1% frá omega-6. Það þarf líka að vera jafnvægi við omega-3. Og það er einmitt líka máli í dag, því að hlutfallið á að vera helst svona 1:2 til 2:1 til 4:1, það er að segja omega-6 móti omega-3. Í dag er hlutfallið 50:1. Það er svo hátt. Það er rosalega mikið. Ég heyri einhvers staðar 1:20 meðan það mikið. Þannig að og það sem að gerist líka með að þess vegna er rosalega mikið verið að tala að við erum að auka omega-3 inntökuna því að hlutfallið er skakt. En í rauninni erum við þegar og Chris Knobbe er búin að vera að kortleggja þetta líka, að omega-3 inntaka langflestra vestrænna þjóða er næg, en það bara málið er að omega-6 inntakan er svo rosalega há að þessar fitusýrur keppast alla ferla í líkamannum. Þannig að þess vegna skortur okkur omega-3 fitusýrur því að það er svo mikið omega-6 að líkaminn er bara að vinna mest á þeim og omega-3 fitusýrurnar við náum ekki að nota þær. Þannig að ef við myndum bara kötta á omega-6, borða minna af þeim. Er það eitthvað annað en fræolíurnar sem er, þú veist, að því þetta er orðið svona hátt upp í 7% af mataræðinu? Það er náttúrulega fræolíur, hlutfallið af omega-6 fitusýrum í þeim er allt frá 20-70%. Sem er mjög hátt, en þú veist, fræin sjálf innihalda líka mikið af omega-6 fitusýrum, en við náttúrulega náum aldrei að borða jafn mikið af fysiskum fræjum eins og við náum að borða, þú veist, í einni matskeið af fræolíu. Þannig að þetta er svona allt öðruvísi ef maður fer þá allavega að borða bara matinn sjálfan sem þetta er búið til úr, en þú veist, þannig að það eru fræ, feitur fiskur, og svo náttúrulega eins og ég kom aðeins inn á áðan svínakjöt og kjúklingur sem er bara svona búið til á venjulegan hátt í dag, og þá líka egg frá hænum sem að fá bara fóður. Einmitt, maður kannski hugsaði ekki þetta, Nei. maður kannski bara mikið eggjum. Já, og ég borða mikið af eggjum, en maður bara svona reynir að velja allavega það besta sem maður heldur, og það er náttúrulega langbest að maður getur borða keypt egg beint frá bónda. Svo er til lífræn egg í... Einmitt. Það hlýtur að þýða að þau... Já, mörg samt allavega í Noregi, ég ætla ekki að tala fyrir Ísland, en ég veit að allavega mörg egg sem eru lífræn egg, þau eru samt að fá mikið fóður, en bara fóðrið er lífrænt. Þess vegna, já, en ég veit ekki alveg hvernig það er hér. En þú veist, ef maður er samt, ég hef oft hugsað út því við borðum mikið egg, en ef við erum allavega þá að útiloka allt annað, útiloka allar fræolíur, að þá er ekkert, finnst mér ekkert að því að borða í rauninni venjulega egg, sko. En þetta er í rauninni bara samsetningin af öllu sem maður gerir. Þú veist, ef maður er að borða fá smá hér og smá þar, og þá safnast þetta upp í eitt stórt. Og fræolíur eru ódýr vara og þess vegna er henni tróðið í bara allan unnin matvæli. Algjörlega, því að það eru líka góð rotvörn, gera matinn rosalega mjúkan, eins og smjör. Það er bara þess vegna að það er bara supply and demand. Þú veist, fólk vill fá mjúkt smjör á matinn sinn, á brauðið. Og harða smjörið, þú veist, það selst ekki vel og það er pirrandi. Þannig að auðvitað fara fyrirtækin að búa til mýkra smjör. Þannig að, en við kaupum bara hart smjör og höfum það bara á borðinu. Þannig að það er bara mjúkt. En þá kannski komum við að því sem er kannski, ég meina, fyrir marga finnst þetta viðkvæmt umræðefni, að það eru til norrænar næringaraðleggingar sem að embætti landlæknis styðst við og var að gefa út bara í fyrra held ég. Og þannig að það sem þú ert búin að vera að segja, að þessar næringaraðleggingar sem þú fylgdir bara í mörg ár, samt upplifir þú heilsuleysi þá?
algjörlega. Og Eru þessar leiðbeiningar svipaðar í dag og voru þegar þú Já, þær eru lítið búin að breytast síðustu 15 ár en breytingarnar eru aðalega það að það er verið að minnka ráðleggingar á kjötneyslu og auka kornvörur. Í norsku næringarráðleggingunum þá áður en að þær komu út í fyrra að þá var vinur minn, norskur læknir sem ég hef tekið viðtal við þegar við töluðum norrænu ráðleggingarnar, þá tókum við alveg bara, fórum í gegnum punkt fyrir punkt norsku ráðleggingarnar sem eru bara alveg eins og allar frá öllum öðrum norrænum löndum, bara rosalega litla breytingar, en við fórum alveg ítarlega í gegnum þetta, en hann fór að tala um þetta við mig síðasta sumar og hann sagði að hann ætlaði að senda inn vísindalegar og vísindalega studdur rök fyrir því hvernig, hvað hann væri á móti. Já. Út af því að Noregur gaf út, eru drög að ráðleggingunum og svo gat maður sent inn tillögur og ábendingar og eitthvað svoleiðis og allir gátu gert það. Og ég man það, ég las það að þetta var fyrsta sinn sem að í ráðleggingunum það var alltaf verið að segja að auka neyslu á fræoljum og hollri fitu sem að er þá verið að innan gæsalappa, þá er verið að meina fjölumettum fitusýrum og minnka mettaðar fitusýrur. Og þetta var í fyrsta sinn sem að þeir tilgreindu magnið af fræoljum sem að fólk ætti að miða við að innbyrða á dag og það voru 29 grömm á dag og þetta er rosalega mikið. Og ég sendi inn langt innlegg bara varðandi fræolíupunktinn og ég veit ekki, maður fékk engin svör eða neitt, en allavega í endanlegu ráðleggingunum þá stendur ekki þessi 29 grömm, það stendur bara að það er hvatt til þess að auka inntöku fræolía, og það stendur ekki 29 grömm lengur, en málið er að fólk tekur einmitt svoleiðis svolítið bókstaflega, þannig að þá út af því að fólk er mikið að nota fræoljur eins og onasalut og í bústinn sinn og hörfræolía og steikja upp úr því á sjálfsögðu. Og þannig að hættan við að hafa einhverja svona ráðleggingar er að fólk myndi það það passa ég að fá cirka 29 grömm eða eitthvað svoleiðis á dag, en maður veit ekki að í eiginlega öllu öðru kannski sem það ert að borða líka, það er rosalega mikið fræoljum. Þú ert kannski að borða venjulegan kjúkling mikið sem og venjuleg egg og þú ert að borða fullt af unnum mat, ég meina fræoljur, þetta er í öllu, þetta er ís, þetta er í öllu brauði eiginlega sem þú kaupir út í búðinni, nema að sé, hágjaða, handgert súrdeigsbrauð til dæmis. Allt brauð sem að börnin vilja inniheldur fræoljur því að börn vilja ekki hart brauð, þau vilja bara mjúkt brauð. Í smjöri, í þurrmjólk fyrir börn, í öllum barnamat eiginlega. Það er rosalegt magn fræolía í barnamat. Þú bara að fara að mauka sjálfur. Algjörlega. Algjörlega. Og þannig að það er bara eitt til dæmis. Varðandi kjötvörur í næringarráðleggingunum, nýjustu ráðleggingar Noregs segja allavega max 350 grömm rautt kjöt á viku. Ég borða það á einu degi. Og svo er ekki pælingarnar umhverfis líka, og þetta er í fyrsta sinn. Þess vegna eru þeir að minnka rauða kjöti. Já, og þetta er í fyrsta sinn sem að ráðleggingarnar eiga að vera að gera ráð fyrir því líka. Og breytingin, shiftið er meira í átt að plant-based og minni kjötvörur. Kjötvörurnar sem eru ráðlagt eru lean meats, eins og svín og kjúklingur, fiskur og minna rautt kjöt. En það sem er rosalega leiðilegt að sjá ennþá líka í næringarráðleggingunum að rautt kjöt er gjarnan flokkað saman með unnum kjötvörum eins og pepperoni og skinku og salami og svoleiðis. Og oft þegar ég hef talað kjöt við fólk sem eru ekki kjötætur, ég hef verið þar sjálf, þannig ég veit alveg hvar hugsunarhátturinn er að það eru eiginlega bara
heilsufarslegar ástæður eru eiginlega bara 2 fyrir því að fólk er á móti rauðu kjöti og umhverfis ástæðurnar eru síðan annað. En hvað varðar heilsufars ástæðurnar þá er það að maður hefur heyrt að inntaka á rauðu kjöti eykur kólesteról í blóði og að það sé þá fylgni við aukna tíðni hjarta- og æðasjúkdóma. Hin ástæðan er að þegar maður eldar rautt kjöt að þá geta myndast krabbameinsvaldandi efni og þetta er eitthvað sem ég hef, þessi rök hef ég alltaf haft með sjálfur mér áður en þegar ég var vegan og grænmetisæta og sá alveg rannsóknir og las þetta, já, einmitt. En þegar maður fer að grafa nánar ofan í þetta, þá er þetta, ég hef ekki séð að þetta eigi við nautakjöt eða lambakjöt sem er bara inniheldur ekkert annað og sérstaklega tala ekki ef það er af íslenskum uppruna. Þetta, íslenskt, eftir því sem ég best veit, íslenskt kjöt, lambakjöt og nautakjöt er ekki uppfyllt af hormónum og eins miklum efnum eins og kjötvörur eru útsett fyrir til dæmis í Bandaríkjunum. En það sem er með unnar kjötvörur eins og pepperoni og skinkur og svona, að það eru rosalega mikið af efnum, rotvarnarefnum, bragðaukandi efnum og síðan það sem ég hef séð í rannsóknum eru nítrít og nítröt, ég held að maður segi það svoleiðis á íslensku. Þetta er oft notað til þess að salta kjötið og til þess að varðveita þennan bleika rauða lit, hjálpa til við það. Stundum er svolítið litarefni líka. Einmitt, og það eiginlega alltaf. En þessi efni hafa verið sýnt fram á að þegar þau eru hituð að þá búa þau til slæmefni sem geta verið krabbameinsvaldandi. Og það hef ég séð. En þetta á við unnar kjötvörur, þetta á ekki við hágæða nautakjöt eða lambakjöt. Og það sem er ennþá svo leiðilegt að sjá í næringarráðleggingunum er að þetta er ennþá flokkað saman. En hvað fór úrskeiðis? Af hverju, með þessa þekkingu sem er til, og það bara sérst svart á hvítu að heilsa þjóðarinnar og alls heimsins er að hraka, hvað fór úrskeiðis að þeir eru ennþá með ráðleggingar sem styðja ekki við heilsu? Það er svo margt, held ég, sem að gerðist á sama eða svipuðum tíma og hvatinn á bakvið þetta allt er að reyna að hljóma ekki sem samsæriskenningar sem Nei, við erum bara 2 komin að tala saman. Einmitt. Þannig að en þegar maður fer alveg tilbaka að þá er bara rosalega margt sem gerist á sama tíma að eins og matvælaiðnaðurinn þrífst náttúrulega á hagnaði. Og lyfjaiðnaðurinn þrýst á því að gefa út lyf. Og það er best fyrir lyfjaiðnaðinn að fá kúnna sem að þarf lyf ekki bara í 2 vikur, eins og sýklalyf. Þú verður lasinn, farið einhverja lungnabólgu eða eitthvað, tekur sýklalyf í 1-2 vikur og svo ertu búinn. Lyfjaiðnaðurinn vill að sjálfsögðu hafa kúnna sem að kemur til þeirra helst snemma og þarf að fá eitthvað frá þeim lífið út. Það er besti kúnninn. Þessi 2 heimar haldast mikið í hendur, en hvað varðar hvað heitir á íslensku, sígarettu fyrirtækin, að þegar þessi anti-smoking campaign var mikið í gangi og upp úr 1990 að það voru virkilega ráðleggingar að reykja ekki, að það voru nokkur þessara fyrirtækja sem að keyptu stór matvæla fyrirtæki og eiga þau. Þannig að öll markaðssetning í matvælaiðnaðinum, það er hægt að fara rosalega djúpt í þetta, bara svona stóra myndin er að... Þú gerir þátt þetta? Já, og það er hægt að gera svo marga. En ég mæli sérstaklega með að heyra hvað Casey og Callie Means eru að segja. Þau eru amerísk systkini. Hefurðu heyrt um þau? Nei. Þau voru að gefa út bók sem heitir Good Energy. Ég mæli líka mjög mikið með henni. Good Energy. Þau eru systkini. Hún er læknir. Hún var næstum því búin með sérnám í
skurðlækningum í hálsnef og eyrna. Hún átti bara 6 mánuði eftir þegar hún fékk bara upp í kok á kerfinu og hætti og bróðir hennar, hann hefur verið í pólitísku hliðinni. Þar sem að hann veit hvernig allt virkar, þú veist, hann hefur verið á bak við það að passa það að bandarísk yfirvöld taki ekki kók út af svona food stamps. Þannig að hann veit hvernig allt virkar og hann hefur verið á hinni hliðinni. En nú eru þau algjörlega búin að fá ógeð og já, þau tala mjög mikið, þau hafa farið í stór podcast, þau hafa gefið út þessa bók og þau tala mikið hvernig allt kerfið virkar. Þannig ég mæli með því að tekka á þeim. Sko, Halla Tómasdóttir sem núna forseti okkar, hún og Björn maðurinn hennar komu í podcastið til mín þegar hún var bara rétt að byrja í hvað heitir það, framboði. Já. Og það fannst mér svo ótrúlega fallegt að hún sagði, og þetta sagt með mér, heilsan hinn sanni auður. Akkurat. Og þetta finnst mér svo, við ættum að vinna eftir þessu, af því það fyrirtæki hagnaðardrifin og hún var sjálf að tala það, en það bara svo mikilvægt að það sé ekki gert að kostnað heilsunar, að kostnað þjóðarinnar, að kostnað, ef við erum ekki til, þá ekkert, skilurðu. Við munum einhvern tímann deyja út og jörðin verður eftir, en hversu lengi viljum við vera á þessari plánetum? It's up to us, við sleppum líka, skilurðu, það bara okkur komið. Nákvæmlega, og þetta helst rosalega mikið í hendur við til minnum á það sem að Thomas Seyfried sagði við mig í viðtalinu sem að ég tók við hann núna síðast, að hann sagði, that's the purest of you. Það að segja, út af því að hann talar rosalega mikið það náttúrulega, að hann rannsaka krabbamein og við vorum einhvern veginn að tala fram og tilbaka og ég var eitthvað svo pirruð á því að ég skil ekki af hverju ekki hægt að sjá bara heildarmyndina, að það miklu meiri hagnaður í því að hafa manneskju út á vinnumarkaði, ekki heima, þú veist, í veikindaleyfi eða með alls konar sjúkdóma sem og þarf að vera á bótum frá ríkinu. Þú veist, það miklu í stóru myndinni að þá það miklu dýrmætara að hafa heilbrigða manneskju sem að leggur sitt af mörkum fyrir samfélagið. Og þá sagði hann einmitt, but that's the purest of you, að lyfjafyrirtækin og matvælafyrirtækin eru hagnaðardrifin og þess vegna líka svolítið erfitt að rannsaka margt í næringafræði og varðandi heilsu sem að mun ekki enda á að við fundum einhver lyf sem að geta hjálpa til með þetta, því að það enginn sem að hagnast akkurat núna á því að finna út að þú veist, það eins og það sem að Thomas að rannsaka mikið að keto mataræði eða það sem, og svona metabolic therapy eins og hann að rannsaka rosalega gott tól í meðhöndlun krabbameins og nú ætlum ég ekki að fara út á neitt hálan ís með að tala tala á móti neitt Nei, en fólk getur líka hlusta á viðtalið sem tókst hérna því það rosalega gott, en það samt gott að heyra aðeins þetta smá. Algjörlega, og eins og ég segi, ég sé bara merkjum það aftur að metabolic therapy, hvort sem það bara meðferð í rauninni, bara meðferð til þess að resetta efnaskiptin í líkamanum, að ég sé það bara aftur að það tól sem að getur í rauninni, sem að gott til þess að snúa við í rauninni öllu og það svo rosalega oft, við þekkjum örugglega öll eða höfum prófað sjálf ketomataræði og fundið þú veist, náða að leysa alls konar mein sem við erum að glíma við eða hjálpa okkur á einhvern hátt og það líka bara út af því að sko í dag að þá eru bandarískar tölur en þá eru 92-93% bandaríkjamanna eru metabolically unhealthy. Þannig að það eru svona 7-8% bandaríkjamanna sem eru efnaskiptalega mjög heilbrigð. Þannig að þess vegna sama hvað það hvort það fjölbreyttur eggjastokkaheilkenni, ofþyngd, sykursýki, Alzheimer, krabbamein, hjarta- og æðasjúkdómar, sjálfsofnæmissjúkdómar, kvíði, þunglyndi, ADHD, einhverfa. Þetta kemur allt niður á hvernig fruman að starfa. Fruman í öllum tilfellum ekki að starfa rétt, efnaskiptalega, og þetta eina sem frumur vilja gera að búa til
orku sem þið geta notað úr næringarefnum sem að koma inn og ef þið náðu ekki að gera það á skilvirkan hátt að þá fer eitthvað ekki að virka eins og á að virka. Þú talaðir alveg í byrjun hvatbera. Kannski einhverju sem að hlusta vita ekkert hvað hvatberar eru. Einmitt. Talaðir einhvers staðar hvatbera heilsu í þínu podcasti? Eða það var eitthvað hugtak sem ég bara, hei. Já, einmitt. Ég veit ekki alveg, það er svona í rauninni bara þemað í minni stefnu og í mínu podcasti við viljum gera allt til að styðja hvatberaheilsu. Hvað er hún? Kannski Já, þannig að fólk bara skilji. Sko hvatberar, líkaminn okkar er búinn til af frumum. Húðin er búinn til úr húðfrumum, hjartað úr vöðvafrumum sem að mynda hjartað og síðan eru þekjufrumur sem að klæða innveggi æðana, frumur í sjónhimnunni, í auganu, allstaðar, allt eru frumur. Og hver og ein fruma inniheldur marga hvatbera. Hvatberar eru, getum hugsað eins og bara litlar kúlur inn í frumunni sem eru klæddir himnum og hvatberarnir þetta eru litlar verksmiður. Þarna er orkan búin til. Þannig að þegar við borðum mat, þá er hann tekin upp úr meltingaveginum og inn í blóðið og næringarefnin úr matnum og svo fer glúkósi sem er sem sagt það sem byggir upp kolvetni. Hann fer inn í frumuna og er síðan, maður getur sagt, brenndur. Eins og bara, þegar maður er að brenna eldsneyti. Hvatberarnir eru verksmiðjurnar sem að brenna glúkósa og búa til nýtanlega orku. Og ég hugsa oft þetta, orkan sem er í mat, þetta er ekki tilbúin orka. Þetta er ekki orka sem að fer beint í, ef þú veist að þú færið í því svona mikið orku, bara 100 kaloríur, þá þýðir það ekki að þú fáir 100 kaloríur af orku eða akkurat jafn miklar orkueiningar. Þegar hvatberarnir eru eftir að vinna orkuna úr matnum. Þeir eru eftir að vinna og það fer eftir hversu vel og hversu skilvirkt þeir virka, hversu mikla orku þú færið úr þessum 100 kaloríum. En allavega þeir sem búa til nýtanlega orku úr efnaorkunni sem er bundin í mat, í næringu. Og það sem er svo merkilegt við fjölumettaðar fitusýrur og fræjolíurnar koma inn í þetta hérna er að allar frumur í líkamanum okkar eru klæddar himnu og mikilvægur hluti í frumuhimnum eru fitusýrur. Og hvatberarnir eru líka klæddir himnum og það eru fitusýrur mikilvægur hluti þar. Og mettaðar fitusýrur, þeir sem kunna efnafræði, muni eitthvað úr efnafræði eða er einhver efnafræðingar að hlusta, þeir vita það að mettaðar fitusýrur eru stabílar. Það er að segja fitusýruhalinn er mettaður af vetnisatómum. Ómettaðar fitusýrur, þær innihalda tvítengi, annaðhvort eitt tvítengi einhvers staðar í þessum hala eða fleiri. Eitt tvítengi þá er það ein ómettuð fitusýra og síðan eru fjölómettuð fitusýra ef það eru 2 eða fleiri. Og þessi tvítengi, ef maður sér þetta fyrir sér, að mettuð fitusýra, hún er bara, halinn er bara svona eins og tennur upp og niður, bara mjög reglulegt. En síðan þegar kemur tvítengi einhvers staðar inn í, að þá fer maður niður upp og svo upp aftur og svo niður og upp aftur. Þannig að það verður miklu óreglulegur og þetta býr til í rauninni veika punkta í fitusýrukeðjunni þar sem að önnur atóm geta komið inn og tekið brotið upp tvítengið og sest þar að. Það er þetta sem er oxun. Að þegar súrefni kemst í tengingu við fjölómettaðar fitusýrur að þá geta þær oxast. Þannig að fjölómettaðar fitusýrur eru óstabíli heldur en mettaðar fitusýrur því að þær oxast frekar heldur en mettaðar fitusýrur. Og því fleiri sem að tvítengin eru, því meira geta þær oxast. Og ef við erum að borða mat sem inniheldur mikið af mettuðum fitusýrum og ekki mikið af ómettuðum fitusýrum, þá er meiri hlutin af fitusýrum í frumuhimnum og himnum hvatberana mettaðar fitusýrur sem eru stabílar, en ef að mataræðið okkar er eins og næringarráðleggingarnar leggja til, mest fjölómettaðar fitusýrur og rosalega lítið mettaðar fitusýrur, að þá byggir líkaminn frumuhimnurnar og hvatberahimnurnar upp af fjölómettuðum fitusýrum. Þetta safnast upp í himnum hvatberana og frumnanna og líka í fituvef okkar og efnafræðilega
þá vitum við að þetta eru óstabílar fitusýrur. Frumuhimnurnar verða meira fluid, þú veist, þær verða meira flæðandi, þær leka heldur jónum inn og út og í hvatberunum veldur þetta því þá að í rauninni síðasta skrefið í orkuframleiðslunni til þess að búa til ATP eða nýtanlega orku, að þetta mjög viðkvæmt fyrir öllu oxunar álagi, oxidative stress. Og ef að hvatberahimnan inniheldur mikið af fjölamettum fitusýrum sem að oxast, að þá oxunin í umhverfi hvatberahimnunar meiri heldur en hún á að vera og þá virka ekki jónagöngin sem þarf til fyrir þessa orkuframleiðslu eins vel. Þá ná ekki hvatberarnir að búa til orkuna á eins skilvirkastan hátt og þá fara þeir að, þú veist, back up og við náum ekki að nota hann glúkósa, þá safnast glúkósan fyrir inn í frumunni, þá fer fruman að verða insulin resistant, hvað þá, insulin ónæm, viðnám. Með insulin viðnám, já. Insulin viðnám frumnanna eykst, þannig að þá fer líkaminn að framleiða meira og meira insulin því að það meiri glúkósi í blóðinu sem þarf að komast inn í frumuna og það sem mann hefur alltaf verið kennt að það sé skortur í rauninni á glúkósa inn í frumunum því að fruman ekki að nota en málið að hvatberarnir ná ekki að nota glúkósan því að það eitthvað að í þessari lykillinn virkar ekki. Já, brennsluferlið í vélinni virkar ekki, nær ekki að nota þetta eldsneyti þannig að það stoppar, glúkósan safnast upp í frumunni og þá fer stoppið ennþá lengra út og fruman að segja ég vil ekki meira og þá bara framleiðum við meira insulín og tróðum meiri glúkósa inn í frumuna. Þess vegna eru svo rosalega margir í dag sem eru glucose intolerant, eða þola ekki kolvetni vel. Yeah. Það ekki endilega út af því að við erum búin að vera útsett fyrir bara kolvetnum svo mikið í gegnum lífið að við erum búin að nota það allt of mikið að fruman nær ekki að nota. Það út af því að það eitthvað á leveli hvatberans sem gerir það verkum að hvatberin nær ekki að nota brenna glúkósanum og eins og ég segi þetta þú veist, efnaskipta óheilbrigði og 92-93% Ameríkana og við erum örugglega ekkert eitthvað voðalega langt undan eru efnaskiptalega ekki heilbrigðir þannig að ég skil það bara mjög vel að langflestir í samfélaginu eru alveg sannfærðir það að já, kolvetni eru mjög slæm því að þú veist, maður fær alls konar vandamál en málið líka að sko það sem að við hugsum þegar einhver segir kolvetni þá hugsa langflestir bara já, brauð kolvetni sem ég borða þetta eru ekki brauð brauð eru búin til úr hveiti, korn og korn eru fræ öll fræ í plönturíkinu innihalda alls konar andnæringarefni og varnarefni því að plönturnar vilja ekki þau vilja að sem sagt, fræin sín lifi af til þess að geta sáð sér áfram þannig að það eru alls konar verndandi þættir í fræjum sem að gera það verkum að til þess að reyna að fá dýr eins og okkur til þess að neita þeirra ekki en það munur á þú veist, hvar þú ert að fá kolvetnin þú ert að fá kolvetnin frá til dæmis ávöxtum og ég ætla aðeins að pása hér því að rosalega margir segja já en ávöxtir þeir auka blóðsykurinn mjög hratt og það ekki gott en málið að ef þú ert til dæmis að fá frekar kolvetni frá kornvörum, heilkorn, sérstaklega heilkorn miklu meiri andnæringarefni og varnarefni í heilkorninu því þar hýðið með og það yfirleitt þar sem að flest varnarefnin eru stödd. En þetta eins og margir talað flókin kolvetni, eins og kannski hafrar og annað sem eru kornvörur, að þessi heilkorn til dæmis eykur blóðsykurinn hægt og það út af því að þetta meira pakka, við þurfum að vinna meira í því að losa kolvetnin í sundur til þess að taka glúkósan upp á meðan í banana að þá þetta bara mjög einfaldar sykrur sem við náum að brjóta niður í nokkrum einföldum skrefum og þess vegna skýtur en málið að við getum gert nákvæmlega sama með kolvetni frá ávöxtum ef við borðum fitu og prótín með
Þú veist, þannig að ef þú ert að fá þér banana og síðan mjólkuglas eða ostsneið og smá kjöt, að þá eykst ekki blóðsykurinn. Ég kalli þetta kolvetna kápur. Já, Þú klæðir kolvetnin í algjörlega. kápu, þú veist, fitaði prótein. Algjörlega, því þá tekur það lengri tíma fyrir meltingaveginn að taka kolvetnin inn og það er það sem að skiptir miklu máli því að við viljum fá kolvetni frá matvörum sem að innihalda sem minnst varnarefni og svona andnæringarefni. Eins og til dæmis bara í höfrum, að það er til dæmis bara ein sameind sem heitir á ensku phytic acid, fítínsýra held ég að segja í íslensku, að þetta er í rauninni sameind sem að hindrar upptöku steinefna og ef maður til dæmis að fá sem sagt, borða hafragraut með mjólk og svo heldur maður að sé að fá alls konar steinefni með, að þessi fítínsýra binst við mikið af steinefnum og þá fer þetta ómelt í gegnum meltingaveginn og við erum ekki að taka upp þá þessi steinefni sem við erum að innbyrða með. Það er bara einn þáttur í höfrum og þú veist, og svo er margt annað, þú veist, eins og glúten, það er rosalega margir með glútenóþol, það er bara, sem sagt, prótein sem er í rauninni varnarprótein í mikið af korni. Er fólk bara búið að byggja upp þetta óþol, þetta er glútenóþol? Ég ætla ekki alveg að tjá mig um það, en ég held kannski að það geti verið svo algengt núna af því að, þú veist, það er alltaf verið að mæla með að borða meira og meira kornvörur og þetta er stór sameind, þetta er stórt prótein. Þannig ég held að sé bara algengt að fólk sé með óþol en það er margt annað, þú veist, mörg önnur efni í mörgum mismunandi kornum. En eins og með grænmeti. Þú ert ekkert búin að nefna það. Þú talar um ávexti. Já. Grænmeti, sko, ef við hugsum þróunarfræðilega, ég átti mjög erfitt með að hvað sem acceptera að samþykja margt á móti grænmeti út af því að ég er náttúrulega fyrir grænmetisæta og vegan og þannig að ég tel mig alveg geta tjáð mig líka um hvernig grænmetisætur hugsa því að, já, en grænmeti, ef maður hugsa þetta út frá þróunarfræði, bara náttúrunnar, að plöntur eru með lauf til þess að sagt, nota sólarljós og koltvísýring úr andrúmsloftinu til að búa til súrefni, en það er náttúrulega ekki til þess að búa til súrefni. Súrefni er bara afurðar til en það er náttúrulega til þess að búa til orku fyrir plöntuna sjálfa. Þannig að maður getur hugsa það að plantan vill þá ekki að öll laufin séu alltaf tekin af út af því að þetta er mikilvægt líffæri fyrir plöntuna til að búa til orku. Þannig að mikið af laufum innihalda alls konar svona varnarefni og andnæringarefni. Það er eins og spínat og þannig? Eins og spínat og það er svona kannski mikilvægasta sem allir tengja mest við því að þetta er að tala um sem superfood, ofurfæði. En spínat er rosalega hátt í svona andnæringarefnum og þá sérstaklega einu sem heitir oxalat. Ég talaði við Sally Kay Norton í einum þáttana minna og hún skrifaði bókina Toxic Superfoods. Ég las þá bók líka svona á sirka sama tíma og ég var svona einhvern veginn að fatta allt eða svona öll púsluspilin voru svona að koma á sama stað að þetta er einmitt alveg rosalegt þegar ég fór síðan að hugsa að mjög oft var ég, þú veist, eins og möndlur, spínat, sætakartöflur, þetta eru rosalega hátt í oxalötum og oxalöt er stór sameind, þetta er kristall sem að, já, ég bendi bara eiginlega á þáttinn til þess að tala meira um það. Green smoothies. Já, the dark side of green smoothies. The dark side of green smoothies, já. En það allavega, ef við hugsaum þetta bara út frá náttúrunni, plönturíkinu, plantan vill ekki að við rífum, vill ekki láta eyðileggja líffæri sem býr til orkuna. Þannig að öll lauf í grænmeti make a sense fyrir mér að það er ekki eitthvað sem að náttúrun vill að við borðum. Plönturnar vill ekki að við borðum það. Plantan vill heldur ekki að við borðum helst stilkinn þegar það er plantan, þá er hún dauð. Nú eru örugglega margir gapandi hissa. Ég held það og ég hef verið það líka. Rætur, það er aðeins öðruvísi oft, þau eru kannski oft ekki með svona, þau eru með kannski varnarefni á annan hátt út af því að þau eru ekki
á yfirborðinu. Já, rófur, gulrætur, engifer, turmerik. Og sætakartöflur og allt þetta, já. En svona allavega gulrætur, eftir sem ég best veit að þá það svona eitthvað sem minnst, ég vil ekki segja hættulegt, með minnst af varnarefnum og svoleiðis. Hrísgrjón líka, ekki þá hýðishrísgrjón, því þar eru varnarefnin, en hrísgrjónið sjálft inniheldur ekki mikið af varnarefnum eða andnæringarefnum. Þannig að svona frá plönturíkinu, það sem að ég borða eru þá ávextir og hrísgrjón og aðeins gulrætur og ber. Og þá kemur alltaf líka fólk fyrir oft að spyrja þá, ok, en hvað meinarðu með eins og þú veist, það eru fræ á berjum og í ávöxtum og svoleiðis. En það aftur að maður hugsa þetta út frá náttúrunni, að plantan sem sagt býr til einhvern ávöxt sem oft inniheldur fræ inni sér eins og við hugsum epli og gerir þennan ávöxt rosalega safaríkan og litríkan og góðan fyrir einhver dýr að koma og borða. En svo kjarninn oft vondur, steinarnir eru harðir og þannig að við hendum þeim og þannig að plantana sá sér aftur. Og það sama gerist oft með mörg fræ sem eru sem sagt inni, eins og í bláberjum eða utan og líka eins og í jarðarberjum sem að fara í meltingaveginn, en þau eru oft með varnarefni þannig að þau eigi að koma heil í gegnum meltingaveginn með hægðum dýrsins. Þannig að kannski besta dæmi það svona, ég held kannski að flestir hafa upplifað það ef þú borðar hörfræ sem eru ekkert meðhöndluð á nefnat, þau koma heil út. Og það út af varnarefnunum og þau eru í hýðinu, þau eru utan á og líka, já. Þannig að ef maður hugsa þetta svolítið svona út frá náttúrunni, finnst mér hvernig við virkum á frumuleveli, hvernig plöntur virka á frumuleveli, að þá meikar þetta allt miklu meira sens, finnst mér. Einmitt. Þannig, þú veist, ég var einmitt með spurningu hérna, hvað telur þú vera æskilegt mataræði fyrir góða heilsu og af hverju? Þú ert eiginlega bara búin að svara því í öllu þessu. Já, og það náttúrulega bara ef maður tekur það saman, mataræði sem að styður við kátberaheilsu, við frumuheilsu, sem styður við hormónaframleiðslu og þú getur ekki verið með stabíla og góða hormónaframleiðslu ef að frumurnar í líkamanum ekki virka vel. Já, og sem styður við meltingaveginn og þarmaflóruna. Það rosalega mikið líka við mat sem mælt með að sé æskilegt að borða í dag sem ekki þróunarfræðilega, stenst ekki hvernig meltingavegurinn okkar byggður upp. Ef við til dæmis bara hugsum rök sem ég sjálf hef verið með sem vegan, að þú veist, górillur, þær borða bara plöntur, þetta eru stórar massívar massaðar lífverur og apar, þú veist, við erum ekkert langt frá þeim. En ef við hugsum hvernig meltingavegurinn þeirra byggður upp, að meltingavegurinn okkar meiri hlutin eru smáþarmar og minni hlutin og lítill hluti ristill. Górillur, ég held að segja hvað, hlutföllin hjá okkur eru 4 á móti 1 eða eitthvað svoleiðis, smáþarmar á móti ristli. Hjá simpönsum að þá eru þeir með aðeins styttri smáþarma en við og aðeins lengri ristil en við. Górillur eru með ennþá styttri smáþarma og ennþá lengri ristil og það út af því að ef maður hugsa síðan hvað górillur eru að borða, þær eru að borða plöntur sem eru mestmegnis bara sterkja, mjög erfitt að melta og þá fer það bara stuttalega í gegnum smáþarmana og mestmegnis unnið í ristlinum þar sem að gerjun á sér stað á þessum flóknu, þéttpökkuðu kolvetnum. Ein svona byproduct af því eru stuttar fitusýrur. Þannig fá górillur fitu í mataræðinu sínu að það síðan tekið upp frá ristlinum og í líkamann, þannig að górillur eru alveg að fá fitusýrur. Og apar eru svona á milli okkar, miðað við það hvernig meltingavegurinn okkar byggður upp, að þá sér maður að hvað var það bara kolvetni, að þá hann meira gerður fyrir að meðhöndla fljótvirk kolvetni eins og frá ávöxtum sem eru
auðbrjótanleg, þau brotna niður bara í nokkrum skrefum við náum að taka þau upp og svo að lítið en eitthvað fer, þú veist, í ristilinn fyrir smá gerjun þar og simpansar eru þarna á milli og eitt annað hvað var það þá próteinintöku að þar maginn eitt merki fyrir okkur að við erum með miklu súrari maga en til dæmis simpansar og górillur og það vegna þess að við höfum þróast þannig að við borðum kjöt, hrátt og oft, þú veist, við erum bæði, sem sagt, hvað heitir það, predators, drepum og borðum, en líka, sem sagt, scavengers, sem sagt, hræætur í rauninni, að þetta súra magainnihald þá þróunarlega til þess að drepa hverskyns bakteríur sem getur komið inn þar, meðan górillur eru ekki með eins súran maga og það bara út af því að þróunarfræðilega þær eru ekki að borða slíkan mat. Og svo eru svona kenningar eins og, ég man ekki alveg hvað heitir, en svona kenningar sem að eftir því sem að, sem sagt, meiri orka í líkamanum fer í meltingaveginn eins og hjá górillum, það eru rosalega mikil orka í líkamanum sem er notuð af meltingaveginum, mun minni orka er notuð af okkar meltingavegi, en því meiri orka sem fer í meltingaveginn, því minni orka fer í heilan. Þannig að við erum með, og svo eru simpansar þar á milli, þeir eru með svolítið meiri orku fer í meltingaveginn heldur en við, en þeir eru með, hjá þeim fer meiri orka í heilan heldur en hjá górillum og hjá okkur fer langmesta orkan, 20% af orkunum sem við notar heilinn, þótt hann sé bara 2% af líkamsþyngdinni og ennþá minni orka fer í meltingaveginn. Þannig að þegar maður hugsar allt út frá náttúrunni, þróun, þú veist, frumulevel líkamanns og plantna og náttúrunnar og hvernig þróunin og þú veist, bera þetta allt saman og þá finnst mér það bara einhvern veginn segja svolítið meira hvað við eigum að borða og mér svolítið flott eins og hann Thomas Seyfried sagði við mig í síðasta viðtali að veganismi lúxusafur nútímans. Það að vera vegan rosaleg vinna, fannst mér allavega. Já, þú ætlar að gera það vel. Já, og ég ekkert svo viss að fyrir 500 árum eða 10.000 árum að það hafi verið hægt. Þannig að, já. Það er svona margt að hugsa og ég reyni alltaf að predika ekki en það oft, ég mæti oft mikilli mótstöðu og svona, já. En upplifir maður ekki stundum bara hluti sem predikun ef þetta eitthvað sem maður ekki sammála? Jú, ég held eða ef þetta eitthvað nýtt? Já, einmitt. Svona ósjálfrátt fer líka minni heilningu svona verð bara hei, þetta eitthvað sem ég býst á byttu. Já. Bara ómeðvitað líka, einhver varnarmekanismi að svona, þú veist, já, allt sem ég hef trúað allt mitt líf, nei, getur ekki verið að það sé. Já, og líka því að það erfitt og óþægilegt að viðurkenna maður hafi rögt fyrir sér. Já, og líka bara, við erum lífverðar sem við viljum helst, við viljum ekki þurfa að hafa allt of mikið fyrir öllu og það rosalega mikil vinna að fara að umbreyta öllu. Já. Einmitt. Og það bara í umhverfinu sem við búum í dag, þá bara virkilega erfitt að forðast alla fræjólur. Það bara, þú þarf bara að búa til allan mat frá grunni. Einmitt. Og það hafi ekki allir tíma í það. Það allir svo mikið að vinna og sinna fjölskyldinu og áhugamálum, skilur. Ég bara viðurkenni það alveg. Maður mjög oft að kaupa eitthvað tilbúin mat. Algjörlega. Og ég segi ekki að við gerum það aldrei, við gerum það alveg. En af og til og þú veist, það oft bara allir eru uppgefnir og koma heim úr, þú veist, vinnu og svo maður flytja og mikið stress og það bara pizza og þú veist, það allt í lagi af og til. En ég meina, þetta í rauninni mest kannski uppistaða fæðina þinnar þurfa að vera hvað þú gerir 80% af tímanum. Og þú veist, við stressum okkur ekki á því að ef við erum í fríi að þá erum við ekki, þú veist, það skiptir engu máli hvað þú borðar milli jóla og nýjárs. En það skiptir miklu máli hvað borðum milli nýjárs og jóla. Þannig að þetta svona, já, það að taka viku hér og viku þar og í afmælisboðum og eitthvað skiptir mig engu máli og börnin mín fá alveg sykur og þau fá alveg fræjólur þegar þau eru í afmælum, en þú veist.
Og þá kemur maður kannski svolítið líka inn á félagslegu heilsuna sem ég hef svolítið mikið verið að tala um. Hún verður oft út undan. Algjörlega. Og ef maður ætlar að vera svona ótrúlega strikt 100% í öllu alltaf, að þá stundum verður það félagslega heilsun út undan. Og það getur verið alveg eins slæmt. Já, það er nefnilega málið, sko. Þannig að, já. Já, en hvað er heilsa fyrir þér? Það er að hafa ekki, vera ekki með neina sjúkdóma eða kvilla sem að hrjá mann dagstaglega. Að geta farið út með vinum þínum í göngutúr upp á eitthvað fjall, að geta hlaupið með krökkunum, að geta verið með í lífinu og geta gert allt sem að þig langar til að gera án þess að sé eitthvað sem að líkamlega eða andlega stoppar þig. Það finnst mér. Og hvernig hugsar þú svona aðalega um þína heilsu, myndirðu segja? Ég æfi reglulega og æfi ekki of mikið. Það er eitthvað sem ég gerði áður. Okay. Ég er farin að njóta þess meira að fara í bara göngutúra. Þú veist, það þarf ekki alltaf að vera 5 kilometra geðveikt hratt hlaup í dag, svakaleg lyftingaræfingu morgun og svo, þú veist, já, ég hef farið allan skalan þarna líka. Verið að æfa 12 sinnum í viku og já. Þannig að já, ég æfi reglulega, ekki of mikið. Ég borða fyrir það besta, það eins og ég útskýrði áður. En ég fæ mér líka köku þegar einhver á afmæli í vinnunni og þú veist, nýtast þegar við erum í fríum og borða ég allt. Já. Það er svona mikið búið að breytast eins og ég segja að hvað varðar frumuheilsu og hvatberaheilsu líka að þá það sem ég gerði mikið rangt áður var að borða of lítið. Þá fer líkaminn í og æfa of mikið og það er eitthvað sem er stórt vandamál í dag líka að ef þú ætlar að koma þér í form þá bara borða minna og æfa meira. En það sem að gerist þá er að þú fær kannski, já, það kemur kannski einhver smá árangur og fer að breyta eins til í mataræðinu þínu, kemur einhver smá árangur en svo venst líkaminn því að efnaskiptalega, ef að líkaminn er ekki að fá nægjanlega orku, það er að segja í formi nýtanlegrar orku, að þá fer hann til dæmis að loka bara á ýmis kerfi, fer að loka á æðri heilastarfsemi, þú veist, maður fær brain fog, maður verður kannski kvíðinn, depurð, nær ekki að einbeita sér, fer að loka á frjósemiskerfið, PCOS, eða ófrjósemi kalla. Og þetta meikar alveg sens þróunarfræðilega aftur, að ef að þú sem kona ert ekki, líkaminn nær ekki að búa til nóga orku til þess að halda sér við, að þá ert þú ekki í standi til þess að bera barn og búa til. Þannig að þetta er eitt af fyrsta hjá konum sem að líkaminn lokar á því að þú ert ekki einu svona sjálfbær. Þannig að það er, já, svo fyrir líkaminn líka að brjóta niður bara það sem er til staðar í líkamannum, fyrir að brjóta niður vöðva, fyrir að brjóta niður vefi annars staðar frá, ekki bara vöðva, það er alls konar. Íþróttafólk lendir rosalega í meðslum af því að það borðar ekki nóg. Einmitt. Þannig að það er eitt sem að ég hef þurft svona að þjálfa mig upp í andlega að borða nóg og ég reyni einmitt alveg að tala opinskátt það án þess að, þú veist, ég vil ekki, já, mér finnst við ættum alveg að geta talað það að það er bara rosalega mikil útlitspressa, ekki bara hjá konum líka körlum, en mikil útlitspressa og það hefur, eins og ég sagði áðan, var oft eitthvað sem að bara keyrði mig mest áfram. Þannig að það, þú veist, bara svona andlega að borða svona mikinn mat eða, þú veist, já, að vita að maður er að borða rosalega mikið, að það er einhvern veginn ekkert allir sem að samþykkja það, ég veit ekki.
finnst það óþægilegt, en svo helst þetta auðvitað allt í hendur við hversu aktífur maður er. Ég er ekki að segja það að ok, slepptu bara að æfa, þú veist, passa að æfa ekki of mikið, sittu bara á sófanum og borða það nóg. Það er náttúrulega allt eftir hvað þú ert að borða og það er ekki nóg að borða bara rétt eða borðað til þess að stuðla að hvatberaheilsu og svo sitja á sófanum eða að sofa illa, stressaðu of mikið á einhverju. Þannig að þetta verður einhvern veginn alltaf verið í jafnvægi. Svefn til dæmis, þegar þú spurðir mig mína heilsu, það er eitthvað sem að ég fókusera mikið á núna, að það kemur eiginlega bara er eiginlega númer 1 að svefnin verður að vera nægur og mataræðið er á pari við svefnin og svo líka að hreyfa sig reglulega en ekki að ofgera. Og ég að gera hluti sem að nýtur, finnst mér. Það er allt og margir held ég sem eru að hreyfa sig kannski á röngum ástæðum og eru að stunda einhver hreyfingu sem þeim finnst ekki skemmtileg. Það er miklu betra að vera að fara í fjallgöngur einu sinni í viku heldur en að vera á einhverju hjóli inni í feikbirtu 5 sinnum viku, myndi ég að segja. Gera eitthvað sem nærir sig. Algjörlega. Sólarljós er líka eitthvað, dagsbirta, eitthvað sem við erum að fókusera mikið á, þá kannski ekki alveg rétt að flytja frá Suður Noregi til Ísland. En það er að fara að dimma. Já. Sko mér fannst líka svo áhugavert einhverja sem viðtölum, þá varstu, að því að þú ert búin að tala svolítið keto og mér fannst einhvern veginn koma pínu fram einhvers staðar að ef við erum of lengi á því, að því þú talar um þetta að vera gott tól, að þá getum við orðið pínu svona lélega að nýta kolvetni. Er það glúkósintolerant? Þannig að hvernig vinnur maður sig úr því þá? Segjum bara að þú takir keto sem eitthvað tól til þess að núllstilla þig. Hvernig er þá best að vinna sig svo? Sko, keto náttúrulega þýðir ekki alveg engin kolvetni. Það er í rauninni til þess að vera í ketósis og þá ertu að innbyrða minni með 50 grömm max af kolvetnum á dag. Og ég myndi náttúrulega alltaf fókusera á að vera að fá þau litlu kolvetni frá góðum matvörum eins og berjum og kannski mjólk eða eitthvað svoleiðis. En svo þegar maður fer þá að kynna kolvetnin almennilega fyrir aftur, að þá ég hef ekki alveg kannski prófað að meðvitað sjálf að sjá hversu fljótt það geti gerst, hversu fljótt ég geti gert það, en svona mín persónulega reynsla er að bara smá á hverjum degi aðeins að auka það upp í það magn sem að þér finnst annarkvort nóg eða ef þú ert alveg að trakka allt sem þú gerir upp í það magn sem að þú ætlar þér að borða á hverjum degi. Að nota allt frá 1 til 2, kannski 3 vikur að kynna það og þá er einmitt svo mikilvægt að vera að borða kolvetni sem að líkaminn er hannaður til þess að nota, sem er ekki með mikið af þessum andnæringarefnum og varnarefnum. Þannig að það eru þá bara ávextir, mjólk, hunang, það fara rosalega margir lástir í tala um hunang, en hunang er mjög, það eru bara fljótvirk kolvetni og grísk jógúrt með hunangi. Þessi samsetning er bara rosalega góð. Það er að fá, ef þú kaupir ekki þá low fat gríska jógúrt, þú kaupir bara full fat. Þú ert að fá góða fitu, þú ert að fá prótein og svo ert að fá fín kolvetni, mjög fín máltíð eða millimáltíð. En hvað hlutfall myndir þú segja þú sérst að borða hlutfall prótein, kolvetni og fitu? Þegar ég tek náttúrulega oft einhver svona tímabil þar sem ég ok, nú ætla ég aðeins að koma mér í meira form og það fer þá eftir hvað er ég að gera, ætla ég að verða sterk, en það er alltaf á bakvið eyrað að mér langar náttúrulega að vera sem minnst, að hafa sem minnst af fitu utan á líkamanum. Ég held að það sé kannski það sem rosalega margir eru að einblína á, en þegar ég bara svona er að halda mig við, að þá er ég það bil 30% kolvetni, 30% fita, 40%
hvað sagði ég, 30% prótein, 30% fita, 40% kolvetni. Já. Og ef ég er eitthvað svona aðeins að fyrir svo einmitt svolítið bara eftir þá þarf ég til dæmis reset. Er ég búin að vera í fríi, er búin að vera jól og ég er búin að vera í jólfríi og borða allt sem ég vil, þá reseti ég mig oft með 2-3 vikur kannski þar sem að kolvetnin eru 20% eða 15%, ekki mikið minna en það. Og þá fitan og prótein aðeins meira. Þannig að, en já, yfirleitt mér finnst það virka mjög vel fyrir mig svona að halda mér í jafnvægi. En svo hef ég líka séð að það virka fyrir mig að fara lágt í fitu, en konur sérstaklega geta verið mjög viðkvæmar hvað það varðar því að fitur eru mikilvægur hluti í hormónaframleiðslu. Þannig að mér finnst það pínu meira svona risky business. Og það er líka eitt sem að ég veit að sem að hafði mikil áhrif á frjósemina hjá mér, að ég var að borða mjög því ég var að borða mest bara plant-based og þetta var lítil fita sem ég var í rauninni að innbyrða. Engin mjólk eiginlega, og sérstaklega allt sem ég var þá að borða var low fat og það var bara svolítið í tísku líka fyrir nokkrum árum. Það var bara allt low fat. Já. En samt tróða sykri í flest. Já, og sætuefni líka. Það er ekki. Já, tökum það. Já. Af því að sko, ég bara finn það, þú veist, ég get eiginlega borðað allt, en ég finn bara líkamlega ónot ef ég borða sætuefni. Þannig ég er bara alveg búin að taka þau út úr mataræðinu mínu eins og ég get. Og ég hef heyrt líka bara að hafa svo rosalega slæm áhrif á sko þarmaflóruna. Algjörlega. Það sé aðalvandamálið. Því að sætuefni, þetta eru í rauninni kolvetnaskyldar sameindir sem að við bara náum ekki að melta. En þær fara þá ómelt í gegnum smáþarmana og í ristilinn þar sem að bakteríur ná alveg að brjóta þetta niður og nota. Þannig að þetta eyðileggur, hvetur oft í rauninni vöxt baktería sem að eru ekki eins góðar og á kostnað þá góðra baktería í rauninni. Það er margt sem að sætuefnin hafa áhrif á hvað varðar þarmaflóruna, en þetta er allavega númer 1, 2 og 3 bara ekki gott fyrir þarmaflóruna. Og svo er það líka það að ef maður er að tala glúkósastjórn, að þegar þú fær sætuefnin á tunguna og í meltingaveginn, þá koma skilaboð til heilans að hér er að koma inn orkugjafi eða eldsneyti, og þá losnar insúlín líka, þannig að insúlínlosun eykst, en svo er ekki að koma inn nein raunveruleg eldsneyti. Nei, því að það er engin orka. Við getum ekki melt, þetta er bara gervi og þetta kemur ekki úr meltingaveginum og í blóðið. Þannig að bara það eitt og sér og svo er ekki gott, og svo náttúrulega örvar þetta líka þessar svona gleðistöðvar í heilanum án þess að við séum síðan að fá neina nýtanlega orku. Sem kallar oft bara meira. Algjörlega. Það er það sem að gerist út af því að líkaminn heldur hann sig að fá inn eldsneyti til að geta búið til orku, en það gerist ekki. Og þá fyrir líkaminn að segja hvað er í gangi, ok, þú veist, þetta var greinilega ekki nóg, þú eru bara að borða meira. Þannig að þetta eyðileggur hungurstöðvarnar. Ég heyrði einhvern tímann einhverja rannsókn, ég man ekki hvort ég er búin að segja frá því öðrum þætti. Mér finnst þetta bara svo áhugavert. Þetta var gerð tilraun, það voru 2 hópar með bara hlaðborð þar sem það getur borðið eins og við vildu. Og annar hópurinn fekk diet sáta, gos með gerfisæti, og hinn fekk bara venjulegt gos með sykri á undan. Og svo var bara opnað hlaðborðið og það var bara mælt nákvæmlega og fylgst með hvað borðið mikið. Og þeir sem voru með gerfigósið, eða hvað sem við kallum það, ósykraða gósið, þeir borðuðu miklu meira. Já, ég hef lesið þetta líka og það eru alls konar útgáfur af svona sem að þetta sýnir bara aftur að hvað þetta hefur áhrif. Fjölómettaðar fitusýrur líka aftur, eyðileggja líka hungurstöðvarnar af mörgum mismunandi ástæðum. Ég talaði mjög ítarlega það í einum þáttana þar sem að ég talaði bara fjölómettaðar fitusýrur
og eins og mataræðið okkar í dag, alveg rosalega mikið af fjölumettum fitusýrum sem að gera mikinn skaða og ef við hugsum bara hungurstöðarnar, þær auka sem sagt hungur. Hormónin þá hafa áhrif á þau eða? Já, það sem sagt, ef við tökum bara einn þátt af fjölumettum fitusýrum og þegar þær eru brotnar niður að þá myndast efnasambönd, alls konar þúsundir efnasambanda og við þekkjum ekki nema bara lítinn hluta af þeim. En ein efnasambönd sem myndast eru svona endocannabinoids. Maður heyrir kannski eitt lítið sem maður kannast við inn í þessu orði og það cannabinoids eða cannabis. Þetta eru sambönd sem að tengjast við, sem sagt, tengjast við tengi í heilanum sem ég man ekki hvað tengin heita en þetta eru sömu tengi og sem sagt, þetta hefur sem sagt áhrif á hungur og þessi endocannabinoids þau tengjast við þessi tengi og skemma sem sagt, eða trufla hungurstöðvarnar. Þetta á sama hátt sem að sem sagt, cannabinoids frá cannabis tengjast við þessi sömu tengi og valda því oft að fólk verður svangt eða fólk fær svona the munchies að þetta ruglar hungurstöðvarnar og það sama gerist við þessi niðurbrotsefni fjölumettaðra fitusýra þegar við erum að brjóta það niður í líkamannum þá tengjast við þessi sömu tengi sem að örva hungur. Þannig að fyrir matvælaframleiðendur þá er þetta rosalega næs tól að hafa í mat því að þetta gerir matinn betri, þú veist, áferðar. Þetta veldur því að þú vilt borða meira af matnum því að þú ert ekki alveg, þú verður ekki alveg södd og in the long run þá býr þetta til alls konar heilsufarsvandamál þannig að þú þarft að fara yfir til vinarans, lyfjarisans og fara og fá alls konar hjálp við hín og þessi heilsufarsvandamál og já. Heldur þessi hægt að snúa þessari þróun við? Ég veit þetta er stór spurning. Vonandi. Ég held að það sem gerist í COVID hafi haft rosalega mikið að segja upp á hvernig fólk horfir á yfirvöld, authorities. Ég er ekki að segja mér að ég var á móti þeim, alls ekki. En ég held bara að svo rosalega margir fengu svona núna eftir COVID og allt sem að kom fram að það hefur bara rosalega opnað augu margra fyrir því að yfirvöld hafi kannski ekki alltaf rétt fyrir sér. Og síðan svona sjálfstæðir miðlar eins og podcast. Það hafa náttúrulega verið til blogg rosalega lengi en eins og við ræddum kannski áður, það er ekki eins áhrifaríkt. Já, að það er kannski ekki alveg eins áhrifaríkt og til dæmis podcast. Og já, að náttúrulega í COVID að þá varð bara podcast sprengja og og ég held að það sé bara, mér finnst það mjög jákvætt og ég held að það sé bara mjög jákvætt fyrir alla og þannig að já, ég held að þetta gæti alveg gerst en það er alltaf eitthvað, sko, þú veist, líka eins og Casey og Kelly Means sem ég nefndi áðan sem skrifir bókina Good Energy, þau hafa verið spurð líka að því hvað er í gangi, þú veist, er fólk bara vont? Og ég er alveg sammála því sem þau segja að nei, þetta eru oft bara, þú veist, þú ert bara í þínu fyrirtæki og þið viljið bara fá út ykkar vöru og ykkur er bara mjög annt til dæmis að fólk sé ekki með verki ef við tölum ópíóída faraldurinn að svona til að byrja með þegar fólki sem er á gólfinu og er inn í herbyggjunum á fundum að reyna hvernig við að gera þetta aðgengilegt fyrir fólk að þá eins og í matvælaheiminum að þá bara við verðum að gera mat ódýran. Það eiga allir að eiga rétt á mat. Þú veist, hvernig hjálpum við matnum að halda sér lengur góðum á hillunum til þess að fá niður verðið. Pælingin var góð í byrjun, en svo erum við bara búin að átta okkur á að þetta er heilsuspillandi. Ég held það og svo eru bara stóri kraftar þá á bak við það náttúrulega sem að vil ekki gefa frá sér völdin sín, gróðan, peningana.
og ég held kannski líka bara í flestum tilfellum án þess að meina neitt vondu með því. Þau bara allir að hugsa every man for himself, einhvern veginn. En þetta eins og þú segir áðan, framboð og eftirspurn. Þú veist, ef við förum að eftirspurnin verður meiri eftir ákveðnum vörum, þá mögulega breytist framboðið sem hefur áhrif á framleiðendur. en alltaf verið samt þessar næringaraðleggingar svolítið á skjön. Þú veist, ég veit að það þarf, oft þetta 10 árum á eftir, af því að þau þurfa einhverjar rannsóknir sem ekki til nú þegar. Og sem erfitt að gera. Sem erfitt að gera líka, já. En manni finnst bara leiðilegt, þú veist, af því að það ekkert langt síðan ég heyrði viðtal við einhvern í útvarpinu sem voru að tala fræjólir. Og ég man ekki einu sinni hver að var, hvort það í Bítinu og Bylgjunni eða eitthvað, og þá voru að taka viðtal við, þú veist, einhvern Matís, eða þetta var eitthvað svona sem ég bara já, og þá bara já, nei, fræjólir, það allt í lagi. Þú veist, ég bara, býttu. Og þetta ótrúlegt, bara, þú veist, besta fólk og vísindafólk, þú veist, í vísindaheiminum, það það oft erfitt að bara snúa einhverju sem fólk hefur til dæmis trúað, og svo bara rosalega mikið líka mikil svona incentive á bakvið þennan iðnað og út í heimi, þótt að ég eitthvað svo naív, ég eitthvað svo barnalega, ég trúi aldrei að fólk sé keypt, en það sýnir sig bara aftur að það það, og búið að koma upp aftur og aftur, oft talaðum þetta við hann Chris, sem að ég var fyrsti gesturinn hjá mér, að þú veist, hann hefði sagt með fleiri og fleiri dæmi þess að já, nei, þú veist, því ég ofta að spyrja hann, hverjir eru svona helst á móti þér? Og eiginlega allir sem eru á mótunum, hann veit bara að þeir eru styrktir og keyptir af peningarnir þeirra koma frá einhverjum sem að þeir þurfa að halda góðum, eða skilurðu. Þannig að... Vá, veist, ég heyri við getum örgulega setið. Ég veit það. Klukkutíma, ég bara 2 tíma 30 tíma, ég veit ekki, hann bara hittist aftur. Ég held það. En mér langar bara svona aðeins í lokin að að því að ég veit að þeir sem eru að hlusta eru heilsumiðað fólk, þetta fólk sem vill virkilega bæta heilsuna og ég veit að það að léttast oft svolítið svona misskilið, fólk að léttast út á útliti en leið þú léttist þá ert að bæta heilsuna oftast, skilur, ef þú nema sért að léttast og sért vannar, en ég bara meina, og ég man einhvers stað að tala hvernig við getum lést án þess að missa heilsuna. Já, ég gerði nefnilega alveg bara 2 þætti fyrir það, því að það var svona aðalega það sem að konurnar og stelpurnar sem ég hef verið að þjálfa vilja vita. Að þessi 2 þættir eru basically bara þá í rauninni útskýri ég bara alveg hvernig það hægt, og það í rauninni bara leið og þú ferð að borða og lifa, það að segja æfa og allt saman, til þess að styðja við hvatberaheilsu, að þá gerist það að heilbrigðið, þú verður heilbrigðari, það er að segja heilsan bætist, og það kemur sem byproduct, þá kemur hitt, það er að segja að fituvefurinn sem þið langar ekki að hafa, að við förum að vinna á honum. Því að málið þegar ég tala oft við fólk sem að sérstaklega ketofólk, og ég alls ekki á móti ketofólki og ekki á móti ketomataræðinu, en in the long run þá verður ketomataræði, það leiðir til krónisks stress eða álags í frumunum, í líkamanum, þótt að sé mjög gott tól, en allt sem að ég les og sem að ég sé, að þá út frá því hvernig frumurnar í líkamanum virka, hvernig hormónastarfsemin virkar og hvernig allur líkaminn virkar sem ein heild, þegar við erum ekki 20 mismunandi hólf sem eru aðskilin, við erum ein heild, að þá, þú veist, in the long run þá fer eitthvað, þú veist, þetta verður krónískt í rauninni stress. En og þegar við erum í rauninni að borða og lifa lífinu til þess að styðja við hvatberaheilsu, að þá snýst það að í rauninni minnka stress eins mikið að hægt er. Og það að borða ekki kolvetni er stressandi fyrir líkamann.
Því að líkaminn, þessi rök eru oft einhver sem ég heyri að sem sagt, kolvetni eru ekki lífsnauðsynlegur hluti af þessast næringarefni út því að líkaminn getur framleitt kolvetni sjálft. En ég vil minna öðruvísi, kolvetni eru það mikilvæg að líkaminn verður að geta framleitt það sjálft til annars deyr hann. Þess vegna höfum við þennan mekanisma því að ef að eitthvað gerist eins og við höfum lifað lífin okkar að þá voru oft margir dagar eða vikur án þess að, eða kannski mánuðir án þess að við borðum nein kolvetni eins og yfir vetrartíman. Svo kom sumarið og þá fórum við að finna ber og ávexti og svo framvegis. Þannig að við verðum að hafa þennan survival mekanisma. En það að láta líkamann vera að búa til sitt eigið kolvetni, að það er drifið af stresshormónum. Það er drifið af hormónunum glúkagon sem kemur frá brisinu en líka kortisol og adrenalín. Og ég held að vita eiginlega allir að núna í dag að maður vill ekki hafa hátt kortisol-level. En ef þú ert til lengdar á mataræði sem að krefst þess að þú býr til þinn glúkosa sjálft, þá er kortisol og adrenalín hátt. Það eykst yfir nóttina þegar við erum ekki að borða og svo þegar við borðum aftur og þá eykst blóðsykurinn og þá lækka magnið af þessum hormónum. Þannig að ég lífi svolítið eftir því að ég hef líka unnið eftir alls konar föstum. Ég geri það ekki lengur því að það er streita. Þannig að þegar við erum búin að þegar við hættum að níðast svona á líkamanum okkar með öllu sem er streituvaldandi, þar að segja að kemur engin glúkosi inn, þú sefur alltaf lítið, þú æfir of mikið, bla bla bla. Eða þú borðar of lítið, þá ætla að koma líka of lítill glúkosi inn. En þegar við erum að borða nóg og ekki mikinn glúkosa, við erum að borða prótein sem að líkaminn getur nýtt, það er eitt sem er mjög mikilvægt, til dæmis plöntuprótein. Ég var ofta að reikna út, ég þurfti 100 grömm af plöntupróteini, eða prótein á dag. Maður kannski að reikna það út cirka, en plöntuprótein, við nýtum ekki nema 70–80% af því, þannig ég var að fá allt og lítið, 70 grömm af prótein á dag, allt og lítið. Dýraprótein, við notum eiginlega allt sem að kemur inn er bioavailable, þannig við getum notað það. Við erum að fá nóga próteini og á góðu próteini sem getum notað og svo erum við að fá rétta fitu sem að veldur ekki auknu oxunarálægi í líkamanum. Mettuð fita, dýrafita, ekki fjölómettuð fita frá plönturíkinu. Þetta styður allt hvatberaheilsu, þannig að þegar hvatberarnir virka mjög smúð, þeir ná að búa til orku auðveldlega, þá geta þeir farið að, þá getur fyrir líkaminn að opna aftur á kerfi í líkamannu sem var búin að loka. Þú nærið einbeitaðir betur, allt í henni verður aftur frjó. Og þegar þú ferð að geta notað orkuna miklu betur, hún nýtir alla orku svo rosalega vel, þetta er svo skilvirkt ferli að hún nýtist og þá getur þú ferð að byggja síðan líka upp líkamann, byggja hans upp vöðva og svo notum við alltaf í rauninni í hvíldar ástandi og í svona lágorku ástandi eins og í göngutúrum, þá notum við hægt og rólega frá fituforðanum. En það sem að ketófólk eða fólk sem að, talar oft er þá að sem sagt, við viljum á ensku, það segir oft að þau vilja tap into your fat stores. Þú vilt vera í þessu lágkolvetna ástandi út af því að þá ertu að nota fitusýrur úr fituvef til þess að búa til orku. Og þá meikar að segja, auðvitað, þá er maður að minnka fituna, en málið er að þú ert að taka miklu meiri úr fitu forðanum, en þú ert líka í streitu ástandi og þá eykst magnið sem fer í geymslu. Þannig að kolvetni sem að koma inn, þeim er umbreytt, eða glúkosa er umbreytt í fitusýrur og fer beint í forðan út af því að líkaminn er að passa að missa alls ekki þennan forðan, fattar að ég er að taka rosalega mikið út úr þessum forða, ég verð að passa að bæta í hann svo ég eigi nóg. Þannig að þetta meikar ekki sens. Já, þú ert að taka rosalega mikið af fitu og nota fitu fyrir orkuframleiðslu, en þú ert líka að setja ennþá meira inn. En hversu langt tímabil myndirðu telja þá að þeir sem að vilja alvörinu prófa að núllstilla sig,
Þú veist, hversu lengi getur verið á keto áður en það orðin streituvaldar? Það bara strax? Ég veit það ekki alveg sko. Ég held að það sé rosalega misjafnt og ástæðurnar eru líka misjafnar. Ég held að getur verið allt frá, þú veist, ef þetta er tiltölulega heilbrigð manneskja en það er eitthvað off og þú veist, þú ert búin að reyna að koma þér í form, gerist ekki, þú veist, fitumagnið í líkamanum er bara alltaf eins mikið eða þú veist, þú ert að verða þyngri eða eitthvað. Alltaf þreyttur, en það er ekkert eitthvað major, þú ert ekki með típu 2 sykursýki, þú ert ekki með Alzheimer eða krabbamein eða eitthvað slíkt, svona tiltölulega heilbrigð manneskja, þá held ég að það geti oft verið bara eins og ég geri, oft kannski bara 2-3 vikur, upp í kannski 2-3 mánuðir, sem að sé alveg nóg fyrir bara reset og svo bara koma sér hægt og rólega í svona stabílt form. En fyrir svona stærri vandamál eins og típu 2 sykursýki og sjálfsofnæmisjúkdóma og þunglyndi, allskyns krabbamein, eins og þar ætla ég bara algjörlega að vísa í Thomas Seyfried sem ég talaði við, að það er alveg ótrúleg vinnan sem hann er að gera. Skemmtilegu kall líka. Ótrúlega, og það sem er líka svo gaman við hann er að hann er ekki læknir. Þannig að hann getur sagt allt. Já. Og hann sagði það í viðtalinu við mig að þú þarft að passa þig hvað þú segir en ég þarf ekki að gera. Og sérstaklega í Bandaríkjunum að margir sem hann hefur verið að vinna með og talaði við hann núna daginn að hann var einmitt að segja frá því að þetta er náttúrulega miklu hættara í Bandaríkjunum og sérstaklega fyrir svona 2-3 árum. Að læknar hafa þurft að passa rosalega mikið hvað þeir eru að segja. Upplifir þú það? Já, ég geri það. En eða kannski er það bara út því ég er svo rosalega meðvituð að ég vil ekki gera neitt reiðan. Ég vil ekki fá fólk á móti mér en það gerist samt og ég er bara svona að þú veist, ég samþykki það bara ef fólk er reitt út í mig eða eitthvað sem ég er að segja þá má það alveg vera það en þess vegna er ég líka að reyna að predika ekki neitt því að þá koma bara rifrildi, það enda bara í einhverjum rifrildum og ég er farin að tileinka mér stoltilega að segja það bara mjög opinskátt að ég er farin að tileinka mér að segja að ég held í staðinn fyrir að svona er þetta og þú veist, ég var meira þannig áður að ég var alveg nei, það virkar ekki þannig, það er ekki þannig en ég segi alltaf bara út frá því sem ég er búin að læra þá held ég og þá trúi ég að þetta sé svona. En það þarf líka bara brautarreiðendur eins og þig til þess að eitthvað breytist. En enginn segir neitt. Það heldur það bara áfram eins og þetta er. Algjörlega. Og það kemur svona einmitt. Einn og ég held að það sé að gerast hraðar núna eftir að podcast urðu vinsæl og þú veist, og fólk fóru líka að reyna, fóru líka bara að segja meira þess að það vil segja. Þú veist. Einmitt. Ég held ég megin alveg örugglega að segja frá þessu. Það minnir mig á pínu fyndið dæmi. Ég klippi þetta annars bara út ef hún samþykkir þetta ekki en hún Lukka sem kom einhvern tímann hérna í viðtal til mín hún var einmitt svona grænmetisæta og eitthvað en snerist svo bara alveg yfir og er orðin carnivore og hún sagðist einhvern tímann að hafa hitt pabbi minn sem er læknir fyrir mörgum árum og hann var þá að tala lágkolvetnamatarræði þú veist hvað það væri gott fyrir heilsuna og Atkins og þetta var uppi. Akkurat. Og hún sagði mér frá þessu sjálf að þá hefði hún alveg verið að fussa yfir þessu og svo hefði hún hitt hann mörgum árum seinna og bara heyrðu, þetta var víst rétt. Já, einmitt. Þannig að það er líka bara svo flott þegar fólk bara viðurkennir, heyrðu, vá, ég hélt þetta og í dag heldur maður kannski eitthvað rosalega en það má skipta skoðun. Akkurat. Og ég held að það sé líka, þú veist, margir hafa spurt mig með svona, akkurat að eyða svona miklu tíma þetta þú ert í sérnámi í augnlækningum, akkur ertu ekki bara fókusur á það, akkur ertu eitthvað að reyna að fara inn á eitthvað annað varandi, þú veist, líkamann og eitthvað svona og ég bara, það sem er líka samt málið er að ég er ekki bundin neitt í því sem ég er að segja neitt núna, ég er ekki í einhverjum, þú veist, í einhverju PhD-prógrami í næringafræði að rannsaka eitthvað X og ef að síðan eftir 10 ár þar sem ég var að rannsaka ef ég sé að það er bara kolrangt að þá er bara
ímynd mín og allt bara ónýtt, skilurðu. Já. Alls ekki. Þannig að ef að, þú veist, ég get skipt skoðun á morgun ef að það eitthvað sem að, og þú veist, maðurinn minn alltaf að skora á mig með alls konar. Og hann, þú veist, hann alltaf að koma með eitthvað upp, já, en hvað með þetta og hitt og þetta og það út af honum sem að ég svona byrjaði að átta mig á því að svona skoða það hvort að ég væri kannski að gera eitthvað vitlaust út af því að hann benti mér á það að það væri ekki eðlilegt að ég væri og mér liði eins og, þú veist, eins og mér leið og væri ófrjó og já. Hann mitt var að fljúga með manninum hennar Lukku. Skemmtilegt. Þannig að ég og Lukka erum aðeins búin að tengjast, ég ætla að heyra henni. Skemmtilegt. Gaman. Þú fyrir bara líka í hlaðvarpi hennar. Já, ég veit það. Það eru með aðeins líka hlaðvarpi líka. Ég veit það, búin að hlusta. Þannig að já. Það er mikið af heilsuvakningu í gangi sem betur fyrr. Algjörlega. Sem betur fyrr, sko. En er eitthvað að lokum? Þetta búið alveg ótrúlega áhugavert og fróðlegt spjall. Búið ótrúlega gaman að koma þetta til þín. Ég veit ekki hvort það ætti að vera neitt að lokum, en annað en bara svona mín skilaboð eru helst bara einhvern veginn að fyrir alla að reyna að vera opin fyrir þeirri hugmynd að það gæti verið eitthvað sem við vitum ekki, gæti verið eitthvað sem við gætum gert betur og að vera líka bara góði hvort annað þegar við erum að ræða þessi hluti, að hlusta á einhvern annan sem hefur einhverja allt aðra skoðun en þú. Og ekki verið vörn. Ekki verið vörn, já, nákvæmlega. Þú veist, þess að ég segi, já, alveg hellinga vinum sem eru algjörir, eins og ég var á ráðstefnu daginn sem var eiginlega bara keto ráðstefna, þetta var pínu svona költ dæmi, ok. En ég get alveg átt samræður með þessu fólki út af því að ég veit alveg, þú veist, kosti keto mataræðis þótt að ég sé ósammála því að ég held og trúi ekki að keto til langframa eða allt lífið sé í rauninni málið, en ég hlusta á allt sem að, þú veist, ég get opnar samræður við alla og hlustað á öll rök og ég þarf ekkert endilega að enda síðan í einhverjum rifrildum þótt að ég trúi einhver öðru. Að við öll bara tökum allar upplýsingar sem að við, þú veist, fáum inn og gerum það sem við viljum við upplýsingarnar. Við erum með lífið í lúkunum. Akkurat, nákvæmlega. En eitt svona alveg sem að ég glemdi alveg að spyrja, þú varst að tala hollar fitur, en eins og avokado og hnetur. Sko, hnetur eru rauninni af sama meiði og fræ, þannig að það eru alls konar varnarefni og andnæringarefni í hnetum, þannig að ég borða ekki hnetur lengur. Avokado bara ágætlega, bara mjög, þú veist. Flokka sem ávöxtur með þessi. Já, það er það. Og það er bara mjög góð fita í avokado, en það er náttúrulega minni mettuð fita, meiri einummettuð og fjólumettuð heldur en í dýrafitum. En ég meina, við borðum alveg avokado líka síðast í gær, bjó sonur minn til guacamole og þú veist, þannig að en oljur, það fara alltaf þegar ég fer að tala um fræoljur þá reynir fólk alltaf eitthvað að finna en avokadóolja, en ólífólja, en kókosolja. Já, hvaða oljur ertu að tala um? Við kannski klárum bara endur með því. Hvaða oljur er þetta sem þú ert að tala um sem fræoljur? Allar oljur sem eru búnar til úr plönturíkinu. Allar. Mikið af oljum eru sem sagt mun betri en aðrar. Kókosolja, sérstaklega kaldpressu kókosolja, mjög fín, en bara málið er að fólk er svo oft að nota þetta í eldun og leið og hitar þetta þá oxast fitusýrurnar og þá myndast öll þessi slæmu efni og til dæmis bara eitt áhugavert það voru margar rannsóknir og vísindagreinar sem ég hef lesið frá Kína allt frá 1995 held ég fyrsta rannsóknin sem ég sá og þangað til núna af kínverskum konum sem að elda rosalega mikið wok. Að það hefur verið mikil svona mystería af hverju margar kínverska konur fá svona mikið lungnakrabbamein, að hærri tíðni lungnakrabbameins þar. En það er út af því að, og án þess að vera til dæmis að reykja,
að þegar það er verið að hita þessar olíur svona mikið og gufan, þegar verið að hita olíurnar að þá oxast þær og myndast alls þúsundir svona byproducts við hitunina og í þannig gufunni af því sem við erum að elda að þar eru þekkt alls konar krabbameinsvaldandi efni og það eru, eins og ég segja, margar rannsóknir sem hafa sýnt fram að hærri tíðni lungnakrabbameins hjá kínverskum konum sem að vokk elda reykja ekki heldur en öðrum og það er út af því að þær eru bæði náttúrulega síðan líka að borða annan mat en það er aðalega eldunin. Okay. Og bara eitt þessara efna sem heitir acrolein, það er eitt sem að var svo rosalega svona sterkt sem að hann Chris Knobbe talar í bókinu sinni að sem sagt það eru þúsundir slæmra efna sem að myndast við hitun en við þekkjum bara nokkur þeirra og það er bara nokkur sem við vitum og erum búin að gefa einhver nöfn. Eitt þeirra heitir acrolein og þetta er þekkt krabbameinsvaldandi efni og magnið af acrolein í til dæmis stórum skammta frönskum í einum stórum skammta frönskum þá er jafn mikið acrolein eins og í alltaf 90 og eitthvað sígarettum sem eru lágar í acrolein. Þetta er allt frá eitthvað svona 26 til 96 sígarettur eftir hvað magn acrolein í sígarettum er. Þannig að það, í bókinn hans, þá er hann með mynd af 2 ára strák sem er að borða stóran skammt af frönskum og við hliðina er svona 7 ára strákur sem er að reykja eina sígarettu. Það myndi allir fá flog yfir sígarettunni en það segir engin neitt við frönskunum. En sá litli 2 ára strákur er að fá bara þessu eina krabbameinsvaldandi efni er að fá margfalt stærri skammt af þessu eina krabbameinsvaldandi efni í sig. Bara enn og aftur takk fyrir að koma og mér langar að hvetja alla hlustendur til þess að kíkja á hlaðvarpið þitt af því að það eru, og þú ert náttúrulega bara að vitna í nokkra þætti. Já, nákvæmlega. En þetta er bara svo flott hvernig þú ferð bara djúpt ofan í frumuna, sko. Takk fyrir. Takk fyrir að hafa samband við mig. Já, ég hef alveg vitað þig og þitt podcast ótrúlega lengi, þannig að ótrúlega gaman að koma til þín. Takk kærlega fyrir og gangið þér rosa vel með allt og ég lagt til að fylgjast með þér. Kannski maður hittist fyrst og flutt heim. Já, nákvæmlega. Takk sem leiðis. Og svona í blálokin, ef þú ert nýr hlustandi, þá langar mig að hvetja þig að fylgja Heilsu Erla á Instagram og reyndar líka Ungbarnasund Erlu á Instagram. En ég er búin að kenna Ungbarnasund í 19 ár og það styttist í ný námskeið. Takk fyrir í dag.